Jú. Ég er bara að passa Þórður, hann sopni ekki á leiðinni heim. Já, kannski rétt. Fyrir ekki það Doddi. Þetta var ekki mikið spoiler samt. Já. Það eru býtið ok. Ég er sem sagt. Nei, Ef við byrja aftur. byrjum á nýtt. Já. Og núna er þemalagi búið að spilast. Við erum ekki með þemalag. Við erum að gera eitt. Ok, sorry. Ok. Já, verið Já, velkomin. verið velkomin. Þú veist, það er sem ekki leið til að byrja þetta rétt. Við erum ekki tveir hérna. Nei, við erum ekki tveir í húsi. En þetta er þáttur 5,0. 5,0. Þú veist, ef við fokkum upp Já. og svona eitthvað svona eyðum upptökunni, þá er þetta svona þetta 5,2. En af hverju myndum við segja það? Ég veit ekki. Akkur myndi ekki bara segja þáttur 5, en það væri það þáttur 5. En mér myndi líða svo illa á samviskunni að vera að ljúga fólki að það væri fyrst að taka og við verðum bara gett klárir þannig. Já. Þessi gaur sem sagði já er sem sagt Doddi. Ég átti ekki að segja neitt fyrir þig. Doddi. Sögðu að ég væri Þetta er Doddi. Shout out til Doddi. Hann er þetta er gaurin sem er múin að sjáta á þetta til öll þessi skipti. Ég var svona að spá hversi fyndið það væri ef þú myndir svona að segja og Doddi með okkur hérna. Já, sem myndi Doddi ég ekki segja neitt allt podcast. En hann sjáta til Alexander Shout out. Já. Í landnámssetrinu. Hann er fucking nettu gaur. Já. Ef hann þekkir Arnar Þórsson þá má hann hafa samband við mig eða Arnar að því ég þekki hann. Má hann hafa samband við hann? Nei, þú veist, bara svona gaman að heyri honum. Er hann með kettlinga eða þú veist hvað? Ándjóks gæti verið með kettlinga. Ok, gott. Hann er úr sveit. Já, ok. Það er ég var bara að spá. Þú veist, ég var að spá fyrir því að hann verið með kettlinga. Ég var ekki að spá í því, ég var að spá fyrir að hann með kettlinga. Ég finn það víbring í eggjastokkanum þegar allavega Svali gaur, hann bað nýjan þátt. Hann er búinn að hlusta á alla þættin okkar tvisvar í gegn núna. Já. Mér finnst það svakalegt. Það var 1-3 klukkutíma þáttur sko. Ég var hánað með hann. Það er ekki nummer 3. Jú. Ég heyri svo allt öðru sem þið. Þið eru ekki svona fagmannlegir. Hvað meina? Fagmannleg svona kynasandi þykk rjómalegu rödd. Já, við erum bara með Það er svo ég sé eitthvað svona inn í skúr. Við erum bara búin að vera mörg ár að læra raddbeitingu. Já, kannski bara það. Nei, ég er náttúrulega með allt öðru í þessi mikrofón. Þetta er mjög kynasandi setup í okkur. Við slum gefa það fram. Við erum ekki svona sexy í alvörunni. Já, þetta er bara Við erum með andlit fyrir útvarp. vélrænir tilburðir. En já, sem sagt, hvar vorum við? Þetta var óþægilegt í headphone. Nei, já. Herru, þú ætlaðir að tala um eitthvað? Ég ætlaði að tala um International Friendship Exhibition. Já. Jú. Það er svona góður vendipunktur fyrir margt. Þetta var gallalust transition. Já. Yfir það. Þetta var bara segway. Þetta var betra segway. Þetta var gauðin sem fann upp segway og fór fram á kletti á því. Já. Eða, þú veist. Já. He died what he loved doing. Segway. Gerði hann það í alveg? Já. By the way, hann fór fram að kletti á segway sko. Fór hann svona Hann dó. Hann dó Hann fram. keyrði fram að kletti á segway og dó gauðin sem fann upp segway. Var þetta samt svona ég er búinn að ná því sem ég ætla að ná fram í lífinu og ég ætla bara að klára Hann setti svona hendurnar út og sveif í smástund. Þú ert aldrei eitthvað nálægt óvart næglótt kletti á segway. Jú, þegar þú ert gauðin sem fann upp á segwayinu. Þetta var svona parkour kids left on the edge. Eitthvað svona Ég á held að með svona, þú ert beinn en stýrið er svona langt út fyrir kantinn og þú ert svona að grænda. Ég held reyndar að hann hafi verið nýbúinn að kynna á markaðinn offroad segway sitt. Já. Hafið þið séð það? Já. En hafið aldrei pælt í því að þið eru á segway. Þetta er bara svona eins og þú sér þetta áfram alltaf. Já, í öll skiptin sem Bara ég farið á segway. Þá er þetta bara svona, er þetta endalust alltaf. Ég er alltaf á segway að detta. Ég er samt, það er svona segway tours. Þú veist, það er bara thing bara. En það er hommalega svona. Herru, það er í Reykjavík segway tours held ég. Það er svona tippalegasta túristadót sem ég séð. Sem fólk borgar sig inn á bara. Já, þau eru með svona asnalega reiðhjólahjálma. Og þau eru bara Allir í spandex. Fuck, í alveg þau þurfur örugglega að fara í spandex skala. Já, þetta er bara, þetta er svo vont. Þetta er svo ógeðslega vont.
En besti svona segwaytur sem ég séð var í vill segja Berlín því ég var þar. Það var svona Sex in the City. Nei. SEGS. Nei. Sex in the City. Hvað? Ég var bara hvað? Já, það var hljóð í tölvunni, ég bara hérna What's happening, dude? Herru, Já, allavega. Friendship Ok, Exhibition. ég ætla að fara á ég ætla að vera, ég verði eins og Jamie þessa þáttar. Og Já. þá er ég að meina Jamie úr Joe Rogan Experience. Og ég man samt ekki hvar ég sá þetta. Ég sá, þú veist, það var verið að sýna allt draslið í Friendship Exhibition. International Friendship Já. Exhibition. Það er sem sagt, ég man ekki hvort það var í ykkur svona djók En ég ætla kannski eða hvort það verið alvöru þannig. að segja hvað þetta er samt. Jú, herru, Já. það var í Væsana þegar Shane, Þegar hann fyrir til Norður Kóru. já, það var Þetta minnur er í því. spoiler. Við erum að eyðileggja. Þeir spoilir svo mikið. Spoiler, það vita allir hvað International Friendship Exhibition Já, eftir 5 sekundur. International Friendship Exhibition er mjög stórt sko. Það er ekki bara safn. Það er sko svona komplex af söfnum. Alltaf sé eitt af stærsta söfnum í Norður-Kóru. Alveg örugglega. In both the Koreas. Já, North Korea is best Korea eins og við vitum. Það er bara einn Kórea. Þetta er svo í Myeonghansang, í Hyangsang, í Pyongyang. Ok, leifur að fara að sattur þetta. Þetta er í Myeonghansang í norður Hyangsang fylki í Pyongyang í Norður Kóreu. Ok, og þetta er svo safn sem Kim Jong, vinnur okkar, ákvað að láta byggja til að geyma alla mikilvægastu Gafið þar. alla mikilvæg sko, Kim Il-sung sko, Já. á undan honum lét byggja þetta, byrja Nei. þetta. Það var ekki á undan avans. Jú, það er avans, það er Kim Il-sung og síðan kom það- Kim Jong-un og síðan kom Kim Nei. Já. Jong-il. Nei, Kim Jong-il og svo Kim Jong-un. já, svo sérst avan Kim Il-sung. Kim Il-sung er avans. Sem er upprunalegi Já, dúdinn. Já. Og þetta er sérst bara safn af gjöfum frá öðrum einu þessarum. Og þeir eru með svona lítinn svona samt- strákaklúbb. þetta er samt ekki bara frá einu sér. Nei, náttúrulega, ég kom að því. En Sem það sagt, er þetta auðvitað sér Þetta eru 70.000 fermetrar. Nei. Þetta eru 70.000 fermetrar. Traditional kóreskum stíl, svona musteris stíl. 150 herbyggi. Það stendur ekki með sérstaklega fram að það lítur út fyrir að séu gluggar á þessu, en það er engin gluggar á þessu. Ha? Og ég veit ekki alveg af hverju það er, en það er estimatið að það sé milli 60.000 og 220.000 gjafir þarna. Og það er sko, það er alltaf bara tekið fram gjafina frá kommunista leiðtogum. Það eru helstu gjafinar. En ég hugsa að þetta sé bara svona Anders Breivik bréfadæmi. Að þetta sé svona, viltu giftast mér, Kim Jong blöð Já. frá fólki, já, já. skilurðu. Já, kannski. Ég hugsa að það sé svoleiðis. Allavega 2017 þá samkvæmt gerfinnáttamyndum frá 2017 er mikið af bílum og svona shiti, svona byggingabílum að fara það, og það er mögulega expansion á þessu að fara að gerast á næstu árum. Svo þú veist, ég veit ekki hvað, þú veist, hvaða fleiri innræðisherrar eru í dag eitthvað að chilla, en allavega förum við ekki af hennar. Ok, most of the gifts were communist or like-minded nations gifts. Like-minded, segjum það bara. Það er, ok, Nikolai Ceausescu frá Rómaníu sem var alltaf, já, shoutout, nei, Ekki shoutout. ekki shoutout, hann var ekki, Skotin bak við hús. hann var bara skotinn, ok, segjum það, við skulum minna fólk að það, hann var skotinn fyrir aftan hús eftir 5 mínútna réttarhöld á jóladag, og það var streymt í sjónvarpi 24/7 aftökun hans í nokkra daga eftir þá. Já. Og mér finnst það bara allt í lagi.
Það er svona Mér finnst það bara allt í lagi með hvað hann var að gera þessi kall. Já, ég var alveg til í eiga húsi hans samt. Það er fucking geðið þetta. Hann bara, hvað okkur vantar verkamenn, bönnum smokka og látum alla vera óleita og þannig fáum við fólk til að byggja landið okkur upp. Og bara svona, ó nei, við hefum ekki pening til að, Sjáum við dreifin. Allavega, hann gaf hann svo bjarnahöfuð, falleg gjöf. Ég veit ekki, Já, ég ímynda mér að, ég ímynda mér líka að hann hafi ekki hann rátt bjarnahöfuð, Já, ekki ekki uppstoppað. uppstoppað. Heldur bara svona Svona á, komið í blautum kassa. Já, og í svona bréf- svona hopnið Já. orðið, Svona smá lykt af því. Búið að Já, spara í póstinu nokkra daga. eða svona teipað fyrir toppin og svona illa skrifað í svona tusspenna ofan á, eitthvað svona Kim Jong eitthvað, og svona hopnið byrjað svona leka Já. svona saft. hann hefur samt væntanlega gefið Kim Il-sung þetta hefði ekki. Jú, ég meina Já, Jú, ekki Kim, Nei, já, Kim Jong-il. allavega sem sagt Ég vona bara að fólk dæmi ekki fóreldrar okkar fyrir að því að heyri örglega hvað eru að horfa í sjónvarpinu. Ég veit ekkert hvað eru að horfa samt, en já, ég þú veist, já, afsakið, þetta gerur þessu náttúrulega keim. ef þau eru að horfa á eitthvað skrítið ekki dæma. Já, það er fólk um einhver svona shazama þetta, Ég ætla að sparka í. hætta að sparki í standinn með þér. Hann er með svo stóran standan Dotti. Bæðu hann er með mér með stóran stand fyrir ráma sig. Bergur er með svona 10 cm stand og hann er með svona metersháan svona Ég er svona- sviðsstand. Hann líka svona er á gólfinu. Hann er líka ítalskur. Hann er ítalskur. Standurinn ekki, Dotti er ekki ítalskur. Nennið ekki að fara að ímynda ykkur núna að Dotti sé ítalskur maður. Svona leðurhúður ítalskur maður. Já. Hann er í svona mittis leðurjakka og er á vespu Já. með svona Gulan hjálm. hálfum hjálm með svona gleru. Já. Og ég fer aldrei á vespuna nema ég sé í vespuhönskonum. Já. Já. Og hann er í svona mjög snjáðum gallabuxum Mjög snjáðum. en samt mjög þröngum. Það er endar svona sem í Það eru ekkert snjáðum. Ég elska samt, ég elska hvað þetta er einmitt það sem við vildum að þetta veri. Svona samtöl sem eru bara samtöl af því þau fara svo ógeðslega segwaya mikið í aðra hluti. Gauður, Alltaf. Segway. Aftur inn á Segway. Segway inn á segwayið. Vissu þegar gæinn sem uppgötaði segway. Wow. What? Allavega, ok. Gaddafi Muammar al-Gaddafi leiðtói ég vil ekki kalla hann leiðtói Líbíu, ég vil bara kalla hann eins og þessara yfir Líbíu eða eitthvað frekar, Sem að var. ekki leiðtói en allavega hann gaf honum svona riddara svona hestariddara úr málm, bara svona styttu giska ég og skákborð Já. sem er svona jólapeysu ekvivalentið af einra þessara gjöfum, finnst mér þetta skákborðið sko, mér finnst það svolítið svona Það er pínu. ok, bók, Já. bók ok, Getur ekki sagt að þetta hef ekki verið flott að því að svona hann gaf þér eitthvað. já En- svona, hérna geðvægt, Já, takk. þú veist, þú er samt alveg Þetta er samt svo mikið svona war strategy. Hérna. já, Við teflum ekki tíma saman strákarnir. Þetta er þegar ég kem hér svona getum við teflt. já Hvað er betri herrkennsku með þér? Ekki á þurfin en að herrkennsku til að skák með þér. Nei. Bara lúði. Þetta er, já, þetta var svona eitthvað svona Allir skákmenn, ég myndi ekki með þessu. já, maður þarf auðvitað að vera mjög gáðar til að spila skák. Já, Já, þú veist, ég veit ekki ég er mjög lélegur í skák. Ég veit ekkert hvaða hæfileika það þarf. ég held að þú eru bara að kunna það, en muna hvað þú ert að gera. Mjög lélegur í því. Er ekki alltaf spurningum að muna stöf? Meir og minna svona. Þú veist, Það er ef þetta er eitthvað líkamlegur hæfileiki þá Já. þarf þetta að muna líka bara svona allt svona innsæi til að taka ákvarðanir er bara byggt á minningum. Já. Bara svona þú veist hvað gerðist seinast þegar þú prófar eitthvað líkt þessu. Þá svona ákvarðar hvað er líklegt til að gerast þegar þú prófar eitthvað. True. Það var svona já, Komdu með eitthvað meira. já, ég ætla að segja að þú veist málmhesturinn var kannski svona
trójuhestur. Við vitum samt kannski ekkit En kannski var hann 50 metra hár. Já, samt trójuhesturinn ekki ofbeldisfullasta pinjata sögunar? Þetta líka svona pinjata svona. Þetta öfug pinjata. Þeir lemja sig út úr pinjatanum. Og líka svona allir þetta sé kannski upprunnin fyrir því að þú veist, fólk hengir upp hest og svona lemur hann og svona drepur það sem inn í honum að því að gætu verið Grikkir þar. Allavega Fidel Castro gaf honum krókódílskins ferðatösku sem mér finnst frekar fucking cool. Já, en hvert fer einræðisherra Norður Kóreu með krókódíls ferðatösku? Hann nefnilega oddly enough hann alveg svolítið vel ferðaður sko. Maður getur bara svona hitt á hann. Nei, þú veist, hann fór í skóla í Sviss og hvað, áður en hann var einræðisherra. var það bara, hann bara til að heima eitthvað? Kim Jong-un. Já, lítur að vera. Hann er Hann ekki er mikið að ekkert- ferðalög. Ég held að hann sé ekki mikið að fara. Ekki nema hann sé með svona geðveikt fyndin búning. En nei, ég var náttúrulega búinn að segja einum þættinum Hann er undan svona- að ég ætla ekki að kalla þetta skjálatösku lengur, ég ætla að kalla þetta ferðaskrifstofur Já. Jú. og ég ætla bara að halda með það. Hann gaf honum krókódílaskins ferðaskrifstofu sem hljómar fucking skringilega. Það er En já, ég held að Kim Jong-un sé ekkert mikið. Ég held að, þú veist, hann fæ bara allt til sín, þú veist, Dennis Rodman kemur í heimsókn, spilum Já. með körfu. Þú veist, hvað meira þarftu? Ef þú getur fengið Dennis Rodman bara heim til þín on command, þá getur þú sennilega fengið flest annað líka. Já. Það er svona frekar sérstak heimsending Já. að beiðinni. Ég veit mjög fáa sem getur sannmónað Dennis Rodman. Eitthvað svona salt í ring Já. dæmi. Segir eitthvað svona þegar ég svo í speilin. Já, allavega. Ok. Yasser Arafat sem var Palestínu, já. Hann gaf honum sem sagt gimsteina encrusted silfursverð Það er svolítið svona, sem er svolítið cool, það er ekta svona. sem er eitthvað til að draga upp úr slíðri. Það verður öðruglega verið svona bjúsverð líka. Já, alveg svona palestínst bjúgsverð. Já. Og gaf hann svona smækkaða mynd af mosku úr perlu. Bara úr Skorin úr bara úr skorun úr, já, bara einni perlu greinilega, Holy fuck. sem er ógeðslega fallegt. Það er, Og mann alltaf, moskur eru svo brjónaslega fallegar. Sætt. Sætt maður, vá. Hann fór á Etsy örugglega. Og hann fór á svona black market Etsy síðu og svona ég þarf að kaupa eitthvað fyrir hann maður. hann verður alltaf svo fúll að maður kemur ekki Ég er svo fúll að maður kemur með fucking skáldbólinn. Hvað ég fucking Býtu, gera ok. maður. Býtu. Fuck maður, ég er náttúrulega frá Gauður, hann heldur auðvitað að sé frá mér. Ég er náttúrulega frá Palestínu, þetta er fucking moska. Úr Já, ok, hattu basket. Sem er hann sverð. Sem verður líka, ok, það finnst bara svolstaldur ef ég er að panta. Ok, býtu. Ok, þetta er mjög skrítið. Þetta er mjög skrítið leikrit. Þetta var svona góð útskýring af því sem gerðist Já. Já. fyrir þá sem voru í vafa. Gaur sem fer samt og gerir það sem við viljum öll gera á internetinu er þarna fucking Dan Bilzerian þegar hann verður ógeðslega brjálaðislega skakkur og fer á netið og bara svona finnur dýrahluti sem er ógeðslega fárlegir og bara kaupir þá. Hann keypti einhvern tímann catfish bong úr gleri sem var mist með inniblónum á fisknum og allt úr gleri innan í sér og hann keypti það bara eitthvað á $5,000 eða eitthvað og bara eitthvað já maður ok, það er samt ekki það cool, ég myndi ekki kaupa það. Mér finnst hann ekkert svo cool. Nei, hann er svona pínu, svona tippafíl á hann. maður veit að hann var einhver tíman brútal ekki cool.
alveg ofboðslega ekki cool. Bara til að vera þetta mikið, þú veist Á hinni hliðinni, Já. þá þurftir að vera mjög langt í hinni hliðinni Já, til að sveifla svona mikið út frá. Já, svakalegt momentum til að fara alla leiðina þangað. Hver er svona neutral cool? Svona Christopher Walken er svona. Ég var að fara að segja Kristján Já, Walken. hann er svona hann er bara svona nógu cool. Já, Hann er bara nógu cool gær. Þú veist, hann þarf ekkert að. Já, hann er svona ef hann, þú veist Þú veist, þú ert með svona Keanu Reeves sem er svona fyrir neðan. Svo ertu með Christopher Walken og síðan ertu með svona Conor McGregor, hann er svona meira með að reyna að vera cool. Það er svona Já, þann skala. Þetta er mjög, já. Hann er svona neutral cool. Hann svona leggur ekkert á sig í svona hvoru áttina. Nei. Hann Já. bara svona og ef hann væri eitthvað meira í cool áttina þá yrði hann minna cool. Já, Já, algjörlega. Hann er akkurat Þú á the peak of the Hann coolness. getur líka verið með, þú veist, kravat, svona hálsgaur og verið samt cool. já. Með svona, hann getur verið með trefil en samt verið cool. Hann Og getur það verið er svona benchmarkið, finnst mér, fyrir hversu cool þú ert bara almennt í heiminum. hann Ef þú getur verið með kravat. hann getur verið í svona snuggy teppi og verið cool. Algjörlega. Svona sem er svona ermum. Christopher Walken lærði hérna dans fyrir, Já. þú veist, leikhúsdans. Já. Hann bara lærður í hann var því. rosalegu dansari sko. Já. eða þú veist, er rosalegu dansari þar. Náttúrulega Weapon of Hann Choice. líka Weapon of Choice með, hvað er það, Er það ekki Kevin Glover? Brothers. Nei, Já. Fatboy Slim. Fatboy Fatboy Slim, Slim. já. Horfið á það á YouTube. Já. Alla. Hann hérna er líka alveg fantagóður söngvari sko. Ah, Það er og hann var alveg brössulega fokkin myndalegur. Eða þú veist, hann er náttúrulega myndalegur. Já, já. En þú veist, þegar hann var svona tvítugur ég fæli svona sting í tippið. ég fyrir með fyrring í tífið. Já, þú Svona veist, rússíbana fyrring. ég meinti það skilur svona, hú. svona Svona, ég veit ekki hvað er að gerast. Já, stundum sér maður fólk sem er svo myndarægt að maður svona, þetta er ekki hægt. Eða, þú veist, svona í persónu sérstaklega, þú fær svona, þetta er bara andlit. Þarna hættu þessu bara. Þú veist, þetta er bara andlit. Yfir þitt. Ekki vera með þetta. Það er að hætta. Þú bara með leiðindi hérna og ég sá Og ég- einu sinni ég var að fara inn á Kuk Já. og ég sá bara svona myndalegasta fólk í heiminum. Það var sem sagt ein kona og tveir karlmenn, öll bara svona handsmíðuð á bara svona custom deildinni. Já, bara svona fílabeins. Já, bara þú pantar svona dýrafólkið sem er ekki Þetta var svona fjöldaframleiðslu. fílabeins Steinway Grand Piano 1946 Já. útgáfa brjálað. Og hún er Ég svona, veit. þú veist, í einhver svona öllu hvítu átfitti og svona ljósærð og þeir eru báðir í öllu svörtu átfitti og dökkarðir og þau eru bara eitthvað að labba svona En í þú- tónlistarmiðbandi. Þetta voru svona vinnufutin þeirra samt. Já, Já. þú veist, þau bara algjörlega óplanað mættu svona á þennan stað og voru bara, þú veist, í einhverju biluðu tónlistarmiðbandi sem enginn sá nema þau. Já. Þau eru bara svona að labba með Þeir öxlunum. eru bara með inn-ír mónitora alltaf í lífinu og eru bara með eitthvað cool tónlist í gangi. En finnst samt að segja, þú veist, ég hef einu sinni lendi að ég var að taka bensín og stóðu svona við bílinn og var að taka bensín og síðan kom svona bíl á bensínstælinu hliðina á og kom svona gaur út og verið að dæla bensíni og ég var bara svona damn, þessi gaur er með flottan rass. Þú veist, það er mjög skrítið. Nei, Jú, eða þú veist, já. ég er bara að segja, Já. ég hef aldrei nokkuð tíman á ævi minni hugsað þetta Nei. Já. en ég var bara svona hvað er þessi Var þetta svona eins og Hvað er hann að var þetta gera? svona eins og Tom of Finland tekning? Var með svona Já, þannig bara, þú veist kaffivélun okkar. Hún er vöknum til lífsins. æ nei, akkur er hún að gera þetta núna Hún er að hreinsa sig, heyri ég. Já. Allavega, þú sást hann, var hann svona með eina löppana upp á bensíntittinum? nei, upp á bensín Nei, upp á bensín dælunni dælunni. Það er ekki dælunni, þetta er steiftapartinum sem Já. bensínilega, ok, allavega, fuck it. nei, hann stóð bara svona venjulega Ó, en þú veist þessi gaur að potti þetta svona stunda líkamsrækt og svona já, en hann hefur greinilega verið mikið að þjálfa sig í svona einhverjum skvottæfingum og svona.
Þú veist, það var ekki svona það var svona firm. Svona kröftugt. Já. Svona, það er líka bara svona besti sýnilegi mælikvarði á bara svona hversu heilbrigð manneskja er bara svona rassinn. Já. Algjörlega. Það er bara það er mjög það er svona stærsti vöðvinu þetta hversu mikið fitulagur hann þú getur mælt mikið út frá rassi á mannesku. Já. Þú getur bara lita á rassinu á einhvern og bara svona já þetta er þríhyrningslaga rass þú ert væntanlega bara komin á eldri árun og hreyfðu þið ekki í 30 ár. Það er margir Marlboro í þessum rassi. Kurvan á smikla smikla mikið greið. Það ég alveg mitt lent í þessu sérstaklega með Andreu sjáðu þú Andreu skilur sem setið og við erum bara bæði bara svona vá fuck hafið þið samt séð ófótosjópaðar myndir af sem sagt rassinum á Kim Kardashian? Er það bara svona það er bara hræðilegt suttalegt implant. Já, það er mjög óheilbrigt. Það er bara svona að því að það sést svo vel sko að hún er með bara svona blöðruselsrass. Hafið þið séð samt konur sem eru með svona implant bara svona og þú veist það veit allir hvernig brjósta ég ætla að segja ígræðsla hvað kallar maður þetta svona implant bara já pókin lítur út svona flatur einu megin og kúrvaður einu megin með öfugar sem flippar í rassinum á þeim það er bara skelfilegt. það er ekki gott en ég skal ekki segja ykkur það við stöðum að tala um þetta að Dr. David Holmes sem er sálfræði kennari í Manchester Metropolitan háskólanum hann gerði formúlu þetta er bara akademist formúla inn í svíi S plus C svíi sinnum svíi B plus F svíi deilt með T mínus F ég ætla bara að lasa þetta bara upp þetta er formúla fyrir fegurð og rassi S er overall shape bara svona almennt bara lögunin á rassinum C er circularity eða hversu hringlaga rassin er það er S plus C sinnum B plus F og B er bounciness hversu svona mikið skopp hversu mikið skopp er í rassinum sko F er Þetta hljómar svo óvísindalega. Já, þetta er allt svona þetta er það, en þetta er samt svona firmness þú veist, þú mátt ekki vera með of mikið skopp versus stífleika þannig það er náttúrulega sett saman B plus F T er, þú veist, skin texture sem er já, svona hversu mikil appelsínu húð það er einmitt bókstaflega sem stendur hérna það stendur í sviga hérna og vaff er sem sagt hip to waist ratio sem er mikið talað þetta og er það vaff önnur formúla það er svona alveg já, í rauninni það ætla að reikna fyrst fá út vaffið með annari formúlu til að þú færð út sem sagt hérna ratio þú veist en minna er þetta það er ekkert sama fyrir kallmannsrassa og kvennmannsrassa eða? Nei, ég myndi ekki segja að svona góður kallmannsrass væri svona eins og góður kvennmannsrass nema Halldór er hann er með bara svona gellu rass bara svona konurass og alveg bara svona mjög bara svona fallegan konurass og það er óþægilegt og hann er með bara svona mjáðumir fyrir barnsburð þú veist, hann er bara gerður til að bera börn
Damn. það er mjög óþægilegt svona trublandi. og hann er með svona vissa spennu í bakinu þegar hann situr og maður er svona, nei það er svona, setur mann á brún Svona, á brúnina Hello there friend. bara, hei, Halldór getur pínu augrandi kaffið þarna. Já, Nestöldum. byggðu það sem Halldór minn. shout out to Halldór Já, allavega, við, sko, já skulum halda fram þetta yfir listan Ég var alveg búin að gleyma að við varum yfirhöfuð í því. já, sem sagt never forget. antík grammofón hvernig segir maður grammofón sko? Grammofón. Er ekki bara grammofón, já allavega, Ertu með- frá fyrsta kommunista leiðtoga Kína held ég Zhou Enlai eða eitthvað Já. og brynvarinn lestvagn frá Mao Zedong sem er einhver sem ég vil fá aðeins að ræða á eftir sem mannesku víst ég var að fara yfir lista og hugsaði ég djúvill þar ég að nefnast aðeins á hann Já, þú veist, ég veit frekar að við ræðum það núna út af því að við vorum að já við erum náttúrulega búin að gera það alltaf ég var svona að bæla um daginn og þetta er mjög augljóst það er svona, þetta er ekkert svona fárlegt Kakao-nips. svona í samfélagsfræði og svona eitthvað þú veist hvað djúvill eru við miklir asnar þú veist við erum eitthvað svona að kenna krökkum eitthvað svona siðferði og sögu og samfélagsfræði í einu og við erum alltaf að tala um eitthvað sem gerðist fyrir 90 árum og ég svona er ekki nóga hræðilegu shit að gera svona eða þú veist hvað Já, það er ekkert kent það. nei og mér sé nútímasögu þá ertu rétt að skríða yfir 90 og 95 eða eitthvað skilur og ég svona þú veist það er ekki til að tengja við þarna þannig þetta er ekkert spennandi þannig það er ekkert en ég var líka að pæla þú veist ok, við erum að læra eitthvað frá væntanlega sinni yfir tröðun og það og auðvitað eini sannig Hitler eins og alltaf Kemur fyrir. kemur fyrir en síðan var ég bara svona hei hvað með hérna Mao Zedong hvað, þú veist, og ég bara svona spurði bara svona einu sinni bara eitthvað veit einhverjum inni hver það er það var bara nei ég bara svona já hann hérna þú veist 1940 og svona 69 eða nei 58 til 62 og bara svona núna er ekki kommunismi ekki nóg núna viljum við steinaldarkommunisma og hann hugsaði að ein leiðin til að útrýma stéttarskiptingu væri bara að taka burt stéttirnar skilurðu við erum að tala um bara lærður í háskóla Ertu meina götunar? Nei, já, en þú veist, hann bara svona lærður í háskóla segir dreipum þig hann bara svona drapa bara og svona, ertu fátækur Það er ekki bara sama og Cameron Roos voru að gera í þú veist, hérna Kambodíu. jú, það er alveg það saman þar þeir tókuðu mitt bara svona Pol Pot, já steinaldarkommunismann Skáru ofan og neðan af krúfunni. já, en þú veist auðvöldi parturinn var auðvitað að skera neðan af því þú veist það var fátækt fyrir þannig hann bara lækkaði matarbyrðinar tók þær bara svona þess og það var svona þú var svo heppin að vera bara svelta til döða það var bara svona þú varst gett heppin og það er svona estimatað 40 miljón manns held ég að það hafi verið á 4 árum á 4 árum sem er urðu ríkari sem hann bara Þú fengur. veist. sem er dutt í lökupottinn. ég bara svona Ég held að sé líka sko 40 til 60 sé áætlað. já, Svona- en þú veist alltaf það er ekki hægt að því þetta var Bara svona þetta var of margir og það bara náði enginn að telja þetta. ok, býtu, sko 55, eða stendur hérna 55 miljónir er þú veist, já og það var svo kallað The Great Leap Forward og en þú veist, þetta er bara svona, eins og þetta shit nei, við fáum ekkert það
Þetta er svo langt í börnum Ég meina, ég bara svona, þetta í alveg, mér líður stundum bara svona, já þetta, gula fólkið eitthvað svona, mér okkur, í alvörin samt, það bara svona, mér okkur alveg saman það Ég held að þetta sé líka svolítið sko af því að þú veist við þrýr við náðum Hitler þannig að þú veist Já, við erum gett svona, þetta svona trófíð okkar já Mao Zedong dó örugglega bara hann bara dó í rúminu sínu þannig að það er ekkert svona verið að happa því svona Nei, þetta er svona svo stríði í Vietnam er ekkert voðalega svona eitthvað það er ekkert ekki eitthvað svona, við töpuðum Ég meina það er rætt fullt af stríðum sem Bandaríkjamenn hafa farið í sögu og svona Ekki Vietnam Ekki Vietnamstríð En það er svo fyndið að vera var mitt í Vietnam þau bara svona, já, það er bandaríska stríðið Já Væntanlega Þú veist, ekki þetta er ekki, þau voru ekki að berjast við neitt þau voru í Kansas með Vietcong liða það var ekki Vietcong fucking göng í Kansas sko það var ekki eitthvað, þú veist á einhverjum kartöfluögrum í Idaho sko þetta var ekki, þú veist hvað þú veist, þetta er svo fyndið eitthvað svona ráðum sérna, go í fucking, þú veist, þyrlanum okkar með M60 Stoner, byssun okkar og fucking Born to Kill hattan okkar eitthvað og napalminn okkar og Agent Orange og allt eitthvað og síðan bara svona töpuð þeir og ég bara svona þetta er svona svo að vera ógeðslega massaður og brjálæslega og hlaupa svona að fara að kýla einhvern og detta á andlitið og deyja og bara svona já leiðilegt þú veist og hinn er þú veist gauðin sem væri að fara að ráðast það var líka svona ok þú veist Vietnam var bara svona ok þetta var ekkert aggro og óþarfa bara alltaf Ég meina þú veist líka þú veist hvað snýrist þetta þeir sem sagt tóku við stríði af frökkum Já náttúrulega frakkar náttúrulega áttu náttúrulega gummi þú veist gummi og allt þetta var þetta bara eitthvað svona The League of Nations meeting og svona herðu viljið þið ekki bara fá hana Vietnamstríð sem við erum í það var með að segja sko Bandaríkin eru oftast svona frekar AWOL Já en þetta var, ég held að mér sé að frakkan ræði verið bara svona ha Já nei við erum að hætta sko við erum að bara pakka draslinu okkur að fara sko þetta er vesen Já en þú veist En ég minna akkur til dæmis ekki í sögu talað þú veist hérna Killing Fields, allt þetta dæmi í Kambodíu skilur Já, akkur og by the way ég fór svona pæli í svona lönd sem svona bara svona fá frýtt pass í sögunni Holland, Svíþjóð þessi lönd Holland í Kongo Herðu, týndur ekki nóga demöntum sorry, núna missur báðar hendunar þetta er bara svona þú veist, þeir fá svona frían passa einhvern veginn, smá frí pass einhvern veginn þeir svona einhvern veginn svona chilluðu sig alveg niður svona eftir á bara svona löglítu gras og bara svona, ok Við erum bara að fá okkur haus maður, come on hvað er það maður, King Leopold annar eitthvað í Kongo, bara eitthvað svona að þurrka út fólki eina skipt sem ég svona segi þurrka út fólki og bara svona, já, það er bara það ég man í hvað, það var eitthvað 30 miljónir eða 40 miljónir eða eitthvað líka það er líka bara eitthvað svona ég held þú veist eftir 1000 manns að þá bara svona já eins og já þá bara svona þú drafst helling já þetta er ekki fólk, þetta er bara svona hellingur Stalin sagði þetta, hann sagði bara þú dreipur eina mannsku og það er bara hræðilegt morð þú dreipur 1000 manns og þá er það þjóðamorð dreipur 1.000.000 manns þá er það tölfræði Já það er bara svona ég er bara alveg sammálaði en þú veist þetta er svo heimst þetta Vietnamstríð og þú veist, bæði Vietnam er annars stærsti kaffi útflytjandi í heiminum það vissi ég ekki Nei það veit enginn það Ég held að þeir eru brjálæslega svona framarlega í kaffi menningu líka Ég held bara að kaffi væri bara svona Suður Ameríku þeng og smá Afríku þeng það er bara það er náttúrulega með svolítið fullkomið svona hæðir þessar hæðir sem það er rækt í climate mitt og ég meina þetta er alveg á þessum þú veist svona kaffi ég er náttúrulega bara á þessum heimsbaugi já svona primo orange keimur í öllum böðunum þetta stríð var samt bara þetta stríð var örugglega bara eitthvað svona herðu það er þú veist þetta var bara kommunistar eru þarna og við þurfum að bjarga landinu frá kommunistanum
Já, eða þá bara að þeir voru að þú veist að réttlæta eitthvað budget í herin. Já, Þeir voru líka svona gerðu nokkurn veginn allt til að pissa á rússana. Það var bara svona þeir fóru fram á rúminu og bara svona hvert getum við pissað þannig að það lendi mögulega smá á rússum. Já, þú veist þetta er bara svona Why? En það er það oftast það reyndar. Og by the way, mjög áhugavert ef þú fyrir á Wikipedia til dæmis og myndir leita bara af Víetnamstríðinu, þið geta valið ensku. Var það mismunandi? Nei, þið geta tekið út EN, þú veist, fyrir aftan en.wikipedia.com og skrifað simple og þá er einföldu útgáfa af flestum greinum á Wikipedia. Bara svona helstu staðarendir, einfaldri ensku og ég bara svona þetta er drullu næs í mörgum atvikum, eða skilur, í mörgum tilfellum er þetta bara super næs, skilur. En þú veist þetta er svo skrítið svona, þegar maður fer að pæla í þessu svona hliðar sem er verið að taka eins og vantarlega í seinna yfirleitt þá er svona, við erum Ítalía og er með okkur í liði eitthvað. Þetta er svo grillað, þú veist, að vera eitthvað svona, vera samt með Sameinuðu þjóðirnar og vera samt í heiminum bara við hliðina okkur, það er eitthvað svona, nei, með þeim í liði. Og þú veist, það var það saman í Víetnam, það var eitthvað svona, þú veist, Suður Víetnam var eitthvað svona, þú veist, Bandaríkin, Nýja-Sjóland, Ástralía, Tæland eitthvað, og síðan norður var eitthvað svona Rússland og Kína og svona, og ég svona þetta er bara sko heimskulegt eitthvað, fucking fáralegt. En ég fór á Wikipedia þetta, bara svona til að sjá hvað er þetta. Og þetta er bara að tala um Frakkland byrjaði að kolonæsa Víetnam 1800 og eitthvað og tóku bara, þú veist, flest suðurpartinn bara. Já. Og lendi svo í stríði við Kína og byrjuði svo að fara lengra og lengra norður og eitthvað. During World War II, after Nazi Germany defeated French in 1940, French Indochina was controlled by the Vichy French government, a puppet government approved by the Nazi Germany. In March 1945, Imperial Japan launched a second French Indochina campaign. Japan occupied Indochina until their surrender in 1945. Þetta vissi ég ekki. Sturlu staðarinn. Já, og þú veist, þetta var Viet Minh og síðan var þetta Viet Cong og síðan var þetta Viet eitthvað annað núna. Já, þetta er mjög skrítið allt saman. Og mér finnst mjög fyndið að það sé núna bara borg í Vietnam sem bara heitir eftir manni. Bara Ho Chi Minh er bara já, það er bara borgin eftir gaurðum Ho Chi Minh. Já, fuck maður. Interesting. Mjög interesting stuff. En já, mér finnst þið mættum alveg kenna eitthvað svona, þú veist, ég veit, þú veist, ég talaði við Jón Árna fucking Friðjónsson, Sko, shout out doktor Jón Árni, þú veist, af hverju lærum ekkert um Kína, af hverju lærum ekkert um neina annar þjóður en heldur en nágrann okkar, og hann sagði bara, það er bara of mikið, það er bara of mikið að læra. það er alveg rétt, sko. Það er auðvitað alveg rétt, en það getast það parafreysa. En líka málið er, sko, það er kannski vont. Málið er, þú veist, í grunnskóla, þar fer ég í samfélagsfræði og eitthvað. Og þú veist, þú lærir þessa hluti. Þú veist, þessu svona helstu atburði í heiminum og þú veist, sem að virðist allt tengjast einhverjum, þú veist, mannflutningum og heröflum og eitthvað svona dóti. Já. Og svo fyrir framhaldsskóla og þú heldur bara áfram að læra um það. Og þú lærir mjög mikið bara sama. Bara algjörlega aftur og aftur. Og þú veist, ég veit alveg að það hafi ekkert
allir áhuga á þessum hlutum. En það er þetta ekki til að tengja við. Þetta er bara eitthvað svarthvítar myndir af einhverju sorglegu. Jú, auðvitað á, og maður finnur mikið fyrir því að þetta sé hræðilegt. En maður bara svona, En já, þetta. mér finnst bara að það megi sko tala fleiri hluti og fara bara meira aðeins í svona minni dítils hlutum. Af því að fólk þarf alltaf hvort þið að fara og afla sér meiri upplýsingar heldur en það læri tíma. Þú ert aldrei að fara að fá einhverjar allar upplýsingar. En það finnst mér að mikið af þessum tíma megi frekar vera svona planting seeds frekar en að kenna þér eitthvað. Þetta ætti frekar að vera bara svona, hérna alls konar stöð sem gerðist, ef þú finnir eitthvað áhugavert, fara að læra meira það. Please fara að læra meira það. Já, það þarf líka bara að koma því mentality upp í krökkum. Já, að láta fólk vilja fara lengra og vilja læra meira. Það er bara vandamálið. Og það er eins og mamma er náttúrulega búin að segja náttúrulega bara svona, af hverju er fólk að fara til Auschwitz að skoða eitthvað, að skoða, sorry, en bara svona, það er shit að gerast í dag. Það er að gerast, sko. Ég meina, þú veist, það eru fjöldamannið það í Myanmar, skilur, það er þá verið að útrýma fólki þar. Það er þá barnaþrælkun, það er þá þrælkun í Bandaríkjunum, það er þá, þú veist, basically þrælkun í Bandaríkjunum. Og ég bara svona ég held að þetta sé líka sko að þú veist með það sem við sjáum í fréttunum í dag að þú veist krakkan okkar læra það í sögutíma það er bara svona er einhver gæi núna að skrifa sögubók sem fer í prentun sem fer í dreifingu sem fer í grunnskóla sem er lærað kennara sem er sem kennt til nemanda og þá bara svona já þetta gerist fyrir svona 10 árum en þetta var rosalega mikilvægt þá eins og þegar ég var í samfélagsfræði í grunnskólum og Kleppjárnsreykjum að þá opnum við sem sagt bók landakorta bók með kort af heiminum og kort af Evrópu og þar er svona stórt rautt blob sem stendur á Sovétríkin og svona vandræðalegur kennari að reyna að afsaka svona gjaldþrota námskerfi bara já þetta er ekki til lengur en þú veist já svona reyna að benda á hluta svona þetta er Pólland þetta er Tékkland og hérna er Júgóslav fucking samt bara talandi svona hluti myndin Comment See sem var í kvikmyndasögu sást þú hann ekki hvítrúsnesku Slime fyrsta deyðsmynd eða þú að spáði því holy fuck það er svona hún og sín í öðru sætti er Schindler's List með blautt teppi yfir þig ef það verður annað date eftir þessa mynd þá er hún ekki svo rétta þá er þetta bara vitlausar manneskjar þetta er svona Schindler's List með blautt kalt teppi yfir þig svona ekvivalentið gott við það þetta er svona eins og Schindler's List á styrum já ok, frekar rétt bara en þú veist það dæmi til dæmis það er allt bara byggt á bara hlutum sem gerðist já og maður horfir bara á þetta og maður er bara nei þetta gerðist ekki jú, þetta bara eitthvað að smala fólki inn í hús og brenna síðan húsið ég meina gerum þetta það er líka eitthvað svona við horfum á þetta og finnst þetta er bara svona óskiljanlega messed up og síðan sem sagt þegar maður pælir í þegar maður byrjar að lesa svona fornsögu svona 500 fyrir Krist þegar svona Persaveldi tekur Babylon og bara svona tekur Babylon og þú veist svona Assyria og það bara svona og það hvað þetta svona er mikið baby stuff í samanburði og þú veist þeir bara svona við þurrkuðum út alla sem byrjaði á K og okkur fannst það eitthvað flip og síðan sölduðu við allt landið þeirra og bara svona það er svona annar standard á ruglið sem þú gerir þú veist þetta er mann líður svona að þetta sé hans persónulegra
En þetta er svona, þetta er alveg bara svona Þannig með svona yðn bara svona Ég held líka sko að maður er svolítið svona missing the details í svona fornsögu og ég held að ef maður væri með þau þá myndi maður ekki vilja lesa það skilur. Nei það er alveg til sumir accounts af einhverju svona rugli Þú veist eins og hérna Þú veist að maður hlustar á eins og Hardcore History með hann Dan Carlin Já, hann fer mikið í saumana á hlutum og ég bara svona Já, bara allir sem eru K þetta deyja bara en ég líka Ég heitir ekki ég líka þú veist einmitt maður svona maður vill það er náttúrulega gott að maður skilji ekki bara skilji ekki en síðan er svona hlutir sem bara svona, þú veist, eins og með setjum í upptölduna þetta er hermenn sem eru sendið til að drepa einhvern og þeir gera það bara sem er fucking heimskulegt og asnalegt að vilja gera það yfir höfuð og svo ertu með bara svona 95, 94 Bosníu, það sem bara eitthvað svona þarna ekki með nágranni minn með bara ljár að reyna að drepa mig sem er bara svona engin útskýring bara þú veist það er væntanlega eitthvað en ég bara svona það er samt engin mannleg útskýring á þessu rugli og ég meina þú veist ég hef alveg heyrt það bara svona frá dude sem þú veist flúðinga og bara svona já þetta er bara þú veist og svona ekki það var svona leiðilegt bara svona gett sárt bara ógeðslega sárt svona samfélagslega sárt að hlusta á þetta hann bara svona það var ógeðslega sárt samfélagslega fyrst að einhver myndi vilja nágræninn myndi vilja koma bara og meira það fjölskylduna bara svona að því að það var í víst það sem allir eru að gera eða eitthvað það var svona trend í því eitthvað það er líka svona þegar þetta fer á stað já það er svona að þegar það svona rugl byrjar taktikal fjöldanöðganir út af þú veist það er eins og það er svona það fyrir njóstnarar sem voru sendir á svona fjöldasamkomunar hjá Adolf Hitler sem maður sér alltaf þú veist í myndunum það er bara svona 1.000.000 manns í fullkomnum ferhyrningum með fullkomlega straujuðum fánum og Hitler blastandi í svona fullkomnum hljóðkerfi og það eru gæjar sem voru bara svona sendir hana bara frá Bretunum bara komast að því hvað þessi gæjar að gera hann líka lítur út fyrir að frekar nuts og þeir bara svona töluðum það þeir fóruð hana bara þú veist til þess að fylgjast með og þeir bara eftir svona 40 mínútur voru þeir bara byrjaðir að bara öskra já og bara komnir upp með hnefan og bara til í þetta fara sinni heim til sín bara svona hvað var þetta? maður náttúrulega finnur við fyrir þessu bara að fara á tónleika fótboltaleik það er bara þetta er mjög smækkuð mynd af því hugsa er það sinnum 100.000 þú veist hvað sem mikið rugl að hægt að láta hann gera það er bara svona tribal bara svona backdoor ég held að þetta sé eitthvað svona eðluheilin það er eitthvað svona eðluheilin, litli heilin eitthvað starf aftast eitthvað svona sem flippar í gang en þú veist það sé, ég er svona lesið mjög fucking rugglaða hlut ég ætla, vona ég sé ekki að vera ránt með málin ég held að það var í Alsír eða eitthvað það var að tala sumbula hluti fyrst erum við að tala aðeins svona bandaríkir hermenn að lappa ekki og bara svona eiginkonur hjá hryðjuverkamönnum sem voru eftir bara svona þetta er svona mikið fucking rugl bara svona eru bara svona búin að skera kynfærin af bandaríska hermennum sem hafa komið þarna áður og dáið og bara svona henda kynfærinum í nýju hermennina bara svona henda kynfærinum af þetta er bara svona það brussulegasta ruglfokk sem ég hef heyrt nei, veist, þetta er svo far átt þetta er svo langt frá manni ímyndaður að þú ert komin í þann pakka þú veist þú ert að skera kynfærin af einhverjum til þess að grýta í eitthvað sem kemur næst já svona safna þeim í körfu ég meina þú veist það er svo langt frá það er líka samt þú veist samhengi ruglega en eins og ég var að tala um daginn við þig Trevor Noah fucking spjaldþátta stjórnandi í dag hann er bara
ég las ævisöguna hans og ég hef aldrei verið að bara svona er það eða þú veist af því við að lesa þetta þá fekk maður að svo tilfinninguna hversu eðlilegt það var fyrir hann var bara eitthvað svona, já ég var að labba í skólan og eitthvað I saw people getting tired og ég bara eitthvað, hvað á hann við? Það var bara einhver út á götu, einhver matumba út á götu, sorry ég veit ekki en þannig var út á götu fær bara dekk yfir sig og svo kveikt í þér og þú bara með dekk utan hendina þér hlaupandum, brennandi til dauða og hann bara svona, já ég sá þetta svona 4 sinnum að leiðin skólan og ég bara svona eða þú veist og þau voru ekkert, þú veist, hann og mamma hans voru ekkert nýkomnu kirkju, voru svolítið seint þau voru í 4 mismunandi kirkjur á sunnudum já, þetta var mjög fyndið þetta er æðislega bók með það og voru að keyra heim og hún byrjaði að tala við hann á Tsonga eða eitthvað eða Zulu eða eitthvað, ég veit ekki einhverjum tungumáli skilur sem var ekki sama tungumálið og gaurinn sem var keyra talaði og hann bara svona já, núna ætlum ég að drepa ykkur bara svona eins og það væri bara að fá sér kók eða eitthvað þú veist, fá sér vassópa eða eitthvað bara, og hún bara svona, já, trefur minn bítur og aðeins og bara svona opnaði hurðina og bara hoppaði út það var bara lítið barn þannig sko og hún bara hoppaði út og rúllaði bara á göttinu og hún bara, já, nú þurfum við að fara heima eitthvað, þú veist svo er þetta bara svona, já, þarna hitt hún næst þarna gaur sem var að gera í bílun okkur síðan skaut hann náttúrulega í hausinn og bara svona, það var bara í meðri setningu var að tala um það að bifvélavirkinu skaut mamma hans í hausinn og held svo bara áfram ég bara svona djúvilt var ég ekki til að vinnast þetta eðlilegt He's seen some shit og núna er hann bara eitthvað með Tonight Show Það er awesome það er afrek það er rosalegt það er svakalegt Djöfull hafði David Letterman ekki lent í þessu Hafið þið samt séð svona seinasta season af Letterman Nei þegar hann er bara að drekka vodka straight up úr flöskunni sjögga bara í sig bara í þættinum með hvað er hann gælan það var eitthvað svona Nei, Dolly Parton eða eitthvað nei, hún er með þáttan hún var í Justin Bieber rostinu held ég hann hafi verið já, hún var í fangelsi Martha Stewart Já. hún með deviled eggs og vodka og hún bara tók vodkaflöskuna og bara fucking chuggaði og hámaði í sig og hún bara ég hvort þér að hætta þetta skiptir engu máli það er ekkert skiptir engu bara ég er alveg sama og hún er svona savage sko hún er það Martha Stewart Já. hún var drullu fyndin í róstinu líka hún var drullu fyndin sko og þú veist hún með Snoop Dogg þú veist búin að reykja sig upp að búa til eitthvað brownies eða eitthvað fár fucking fyndið sko en hún líka hún átti þetta svo að hún hafi verið í fangilsi og allt þetta shit hún bara svona ónaði svo mikið upp fyrir hvað fór hún í fangilsi? skattsvik var það ekki en þú veist sem er alveg svona já, pínu hvít það er mjög hvít það er mjög hvít Ég hvítur líka, hlut til lögreglustjóri. ég efast hún að vera í einhverju hardcore fangelsi sko hún var svona annað á Kvíabryggju það eru frí á helgum já, ég meina farið í frí helgar þau voru í góðum rúmum og með svona þú veist fengu fínan mat eins og þegar við settum alla bankakallana í fangilsi á Kvíabryggju og allt í einu eruðu með 50 dæmi Samsung Smart TV og nýs rúm það er svo og erfitt humar að útskýra það svona fyrir útlendingum sem eru búin að sjá Facebook-vídeóið já bara svona vá Iceland's put it bank ég elska þetta samt ég elska þetta bara svona já við settum það með í fangilsi í 5 daga eða eitthvað alla þrjá og núna eru þeir þeir eru fjármálaráðherra og ok nei þú veist nei ekki ég veit það en ég meina var hann samt ekki í fangilsi fyrir fjármálaglæmi eða Benedikt já nei nei
hann var samt, hann er sekur fjárglæpi, Já, hann var sekur, já, fyrir fór aldrei ekki fangelsi fyrir það það. var svona listi af öllum hræðilegustu svona mjög slímugu fjársvika ruggli sem hann var ekki gripið neitt fyrir, hann átti part í þeim öllum, já, og eitthvað svona þú veist, hann náði- olíusamráðsdæmið allt já, hann þetta, náði, þú veist, hann náði eitthvað svona að keyra eitthvað í jörðin, eitthvað svona fáránlegt fyrirtæki, eitthvað sem var ekki hægt, eitthvað, já, þú veist, það er líka bara svona allt fór á hausinn. pósturinn eða eitthvað sem er ekki hægt að Já, skemma. bara svona, þú gerir bara þetta, Þú bara heldur áfram fólk, já, að bara vera pósturinn. fólk ber út póstinn, Fólk þarf póst. en djúvill var það ekki pósturinn sem Nei, ég veit það, en ég bara segja svona sem dæmi, en þú veist, Það er bara líka svona hann er með líka fullkomna vörn fyrir svona rugli, þess að hann veit nákvæmlega sko hvað hann á að gera. Hann á bara að halda kjafti í svona 2 mánuði og þá er þetta allt búið. Og hann bara hverju það. Ef að Sigmundur Davíð hefði haldið kjafti í 2 mánuði þá væri hann ekki í neinu vesinu núna. Já. Nei, bókstaflega. Bara að því að hann byrjaði eitthvað svona Facebook statusar. Byrjaði svona nötrallur og svona Já, Vindrís, æ. þetta er svona, þú veist, eins og í Harry Potter fyrstu myndin heldur, jú, þau eru farið gegnum plöntuna, Já, svona lenda í Já, einhvern já. slímplöntu og þarf bara að vera alveg kjur Já, í smá stund og þá bara svona slætar í gegnum allt slímið já, og bara svona Já. kemur út hinnum megin. þetta var svona kviksindi. Já, Þetta er svona pólitísk kviksindi sem Já. hann var í. Já, það virðist að vera svoleiðis. Það virðist að vera bara svona ef þú þegir nú Já. ekki, þá bara. bara svona ef þú gefur engum neitt til að klikka á inn á Vísi að þá bara ertu í mjög góða máli. já. Djöfull erum við fucking grilluð samt maður. Ha. Þú veist, ég meina, þetta er bara eitthvað svona fórstur á þrann og svo er frendan hérna einu megin við borðið. Maður bara eitthvað. Herru, þú veist, við erum á Íslandi, Já, í Bandaríkjunum voru feðgar fórsetar já, og frændans og bróðir hans voru báðir running for president Já. og kona fyrir, þú veist, og Bill Clinton og Eiginkona Hillary Clinton, fyrrverandi Jeb forseta. Bush, George Bush George W. Bush. og Just Senior, skilur, þetta er bara svona, Þetta er bara svona fjölskyldubransinn. já, þú veist, þetta er, Alveg. við erum að tala um valdamestu stöður í heimi. Já, þetta er alltaf valdasamstu maður í heimi af því liti. Það er fucking. Þú veist, finnst ykkur það make a sense að hæfasta manneskjan til að á einhverjum tímapunkti til að stjórna Svona tilviljunan kent sonur hans. já, í fucking for real, skilur, þetta er bara svona, þetta er svona, já, mitt Já, hann að Malinka Trump 2020. og meikar eitthvað Shout out. sens að einhver gaur segi bara, þú veist, einhver svona gaur sem að fulla pening segi bara, ég ætla að verða fórseti og verður síðan bara fórseti. Þú Já, veist, þetta er ekki læg. ég hitti gaurin daginn í vinnunni sem var að fara að læra, hann er sko að byrja í bachelorunum í stjórnmálafræði í Bandaríkjunum og ég bara, djöfull ertu fucking heppin, þú og þetta er að vinna þá til þú deyrð við að lagfæra Já, mistökin hans. Nei, þú veist, ég er ekki að djóka, ég sagði bara við hann, þú bara til hamingju, þú valdið þér alveg rétt núna, því þetta er svona hluti sem áttur að bara þannig að hann skeit yfir öll þessa pappíra líka, hann er svona að opna svona skjalaskápinn með öllum lögum í landinu og bara svona niðurgangað yfir það allt og þú ert svona að svona varlega skafa það af með gamla kreditkortinu svona dammit, ég reyfi það, ég þarf að skruta mér nýtt, þú veist, þetta er bara svona Ég held að sé sko að besta hinga til er, þeir voru bara að sjá það sem hann sem sagt bannaði transgender fólk í hernum já, og það gerði þetta á Twitter sem er í fyrsta lagi svona vel súrt, nefnum hann gerði þetta sko, þau hefur bara 140 stafi, þannig gerði í 2 twittum. já, svona 1 af 2. Já, og síðan gerir hann sko, fyrsta twittið er bara svona, ég hef í samráði við mína helstu hersöðingi og ráðgjafa ákveðið að Bandaríkjunum Norður-Ameríku munu ekki lengur líða ... Svo kemur 10 mínútna bið. Af þessum 10 mínútum eru allir í Pentagoninu að hlaupa að reyna að finna lyklana til að starta núkonu. Munu ekki líða Rússana, munu ekki líða Kínverjana, munu ekki líða Suðurríki.
Það er svona að reyna að fá alla Edward Snowdenan sína til að hakka akkántin hans. Eitthvað svona, come on. Og það eru bara svona allar línur glóandi hjá öllu defense networkinu í Bandaríkjunum og síðan kemur bara svona transgender fólk hérna. Náðu ykkur. Tekin. Djúlar ég fyndi að hann myndi eitthvað svona á Twitter eitthvað svona fuck China í eitthvað svona capital letters og það væri byrjun á reyði heimstöldinni. Hey, for reals. Hvað? Það var gauðir sem reportaðan á Twitter fyrir að hóta kjarnorkustríði á Norður-Kóreu. Af því það er í skilmálum Twitter eða ekki? Það er í skilmálum Twitter að þú meir ekki hóta kjarnorkustríði á neitt. Og það var bara svona twitt frá honum sem var bara basically að hóta kjarnorkustríði að þá. Og það var svona gæi sem var svona reportaðan og hann var svona reportaður og removad postin hans forseta Bandaríkjanna af Twitter. Það er líka það besta við þetta sko er að þegar að kjarnorkusprengjuna fara í loftið og allt bara svona brennur að þegar að geimverurnar koma og finna svona restina af okkur þá er aldrei eftir að finna internetið. Þegar er aldrei eftir að finna hvað gerðist. Það er svona What? It must have been a malfunction. Já, það var eitthvað svona alheimis fokk. Þetta verður eitthvað svona köldæmi. Ég veit ekki hverju geimverurnar tala við ensku samt. Nei, þú veist, við þýttum þetta bara. Við munum heyra þér. Akkur þýttu að vera ensku samt? Við töluðum ekkert, við sögum þetta ekkert. Nei, ég sagði það á ensku. Hvað sagðið þú? Ég sagði there must have been a malfunction. Já, djúr. Það er bara mjög eitthvað sem geimverur myndu segja. Og svo sagði ég hverju töluðu geimverurnar ensku. Þetta er svona því ég var að hugsa á ensku en ég var að tala íslensku og ég var bara svona að hugsa og ég síðan við þurfum bara að pröfa vatnið og þau bæði sem ég var að tala við, Bergur og Andrea, þau bara svona hvað sagðirðu? Og ég bara svona, hvað meinarðu? Og þá fattaði ég bara svona pröfa vatnið, það er ekki íslenska. Pröfa vatnið. Það er bara mjög vont íslensk. En ég vil fá þetta að þriðja heimsstyrjöldin í sögubókunum verði bara svona mynd, svona sjá mynd númer 2 og það sé svona screenshot, allt og stórt screenshot. Það var svona illa pixla sem tekur svona hliðanar og allt líka með, svona það sem var trending þennan dag og hvað. Og það er svona fuck China, punktur í capital letters og það er svona, og þetta tweet byrjaði þriðja heimsstyrjöldina við svona endurinn af siðmenningu. Já, endurinn af siðmenningu bara hófst þarna á Twitter. Ég er meirinn til í það. Já, svona geolocationið, Mar-a-Lago, eitthvað sólströnd, eitthvað. Já. Shit, það er svona Það er alltaf fram með listan. Já. Við fórum langt út. Við erum minna sem sagt, ok. Ég ætlaði að reyna að benda þar og svo myndi bara svona Við þurfum þess eitthvað svona. Það er bara svo fyndið. Já, það er drullu fyndið. Já, næstina. Já. Ef við hefðum óvart segveiað fullkomlegin í það. Geðveikt. Eins og gaurinn sem fann upp segvei. Hann óvart segveið frá klett. Ok, allavega ég veit ekki alveg einræðis þeirra í Tansaníu eins og vorum að tala um áðan, við veitum ekkert hverjir það eru af því það er drull saman. Kannski var hann gett góður gaur bara. Kannski til einræðis þeirra sem voru bara ekki næs. Verulega. Ég ætla alveg að trúa að eins og It must have been César eða Alexander Mikl Cyrus, já, Cyrus annar hann var bara drullukulur og þá bara slagur gaur bara, en ég meina Pax Romana skilurðu, ég held að vera örugglega verið César, ég ætla bara þykjast vita það með að skrifa það inn. Við segjuðum strax burt frá listanum. Já, en ég er að segja, þú veist Við náðum ekki að segja one thing. Þú veist, það er bara eitthvað svona það gerðist alveg. Það var Ágústus. Já. Er þetta meira próf?
Þetta er svolítið svona Það er stöðu þetta Þú veist, Ágústus eða Caesar eða þú veist, þeir heita Júlí. eða þeir heita, þú veist hann heit Imperator Caesar Divi Filius Augustus en einn þekktur sem Augustus hann tók við af Markusi Aurelísi þú veist, það var bara ég er bara ekkert stríð og það var bara ekkert stríð bara í 80 ára eða eitthvað og þú veist, á þessum tíma er það fucking ógeðslega langur tími 80 ár, ekkert stríð. Það vissi enginn hvað það að gera það er bara eitthvað svona Þá var þetta bara eitthvað að búa til föt og rækta shit fundu upp bjórinn örugglega á þessum tíma. já, þetta var eitthvað svona þú veist, þetta var eitthvað mjög skrítið sko. já, hann var, þú veist já, hann getur ágætur einu sæðan að starra hann kannski í Rómaveldi við getum spurjum fáum Jónatan í þáttinn spurjum hann út í það væri Nefnir að hringi hann. hann myndi svo rölda þetta yfir Algjörlega Hann er örugglega upp í sveit. Nei, hann er örugglega heima. hann er annarkvæmst að játna hesta Inn í stofu hjá sér. Á meðan hann er að skrifa nýjustu bókina sína. æ, hann er svo mikið indið sem maður Ég elska hann. Herru, ég elska líka Bjarnþór Kolbeins. Sjátt sjátt á til Bjarnar Kolbeins hann er indislega kall allavega, ég náði ekki svona að klára setninguna einu þessari í Tansaníu Jú gaf honum ljón Lifandi. nei, Ok. heilt ljón úr fílabeini Holy það er sko það er svo Tanzania það heyrist svona trommusláttur þegar þú horfir á það En, já, og þetta er svona heia Þetta er Eitthvað svona svona. Jumanji shit. Alveg svona ó, Það er svo vont juju í þessu ljóni ó já Það er alveg svona Jumanji bara En nú- fucking shout out til Jumanji skilur geðveikmynd Eru þeir ekki að rýma eitthvað? þeir eru búnir að því þeir eru búnir að Þeir eru búnir að því Nei. Dwayne The Rock Johnson jú, þeir eru búnir að því Eru ekki að nei, þeir eru búnir það er fyrir svona 2,5 ári síðan kannski Sást hana? Jumanji. mér varst bara Og þegar hann var breytist þetta í svona- apa það var svo sorglegt Og var þetta svona óþægileg svona kjánagrín útgáfunni? já, það var svona Brendan Fraser Nei. nei, þú veist, ég er ekki að segja hans íslam Don't you talk shit about that ég er að man. segja það sem hefur gert við hann Já, það var svona eins og það hafa verið að þú veist bara svona já Var það George of the Jungle 2? Var það sem var mjög hann var þungur? ekki í henni. nei, Já Það það var var Brendan dude. McLean djók já, tölum ekki um þetta allavega hérna George of the Jungle 1 Það var var svo geðveik. fullarins Monkey Bone er mynd sem enginn mann eftir með Brendan Fraser. það er alveg ég er Hey, Journey to the Center of the Earth var náttúrulega gett vinsál í Íslanda því að Anita Briem leik í henni. Já hún var ekki á pósterinum Ha, hún var ekki á bandaríska pósterinum hún var bara á íslenska pósterinum bara svona Það búið er að bæta inn Anita Briem það er samt yfirleitt þannig að með íslenska eða svona póster á Íslandi sem að Anita Briem er að með öll herru en minna hefur hún leikið eitthvað annað heldur en í þessari mynd? nei Veit það ekki Hún átti bara svona að vera the next big thing frá Íslandi og það var allir bara Anita Briem leikur í mynd með Brendan Fraser sem er svona Herru. síðasta myndir sem hann mun nokkuð tíma leikið því hún er svo léleg. ég skal sko segja ykkur það að Monkey Bone var ekki bara með Brendan Fraser heldur með sko Cuba Gooding Jr. Nei, Martin Lawrence. nei Eddie Murphy nei með Bridget Fonda dóttir barnabarn Henry og Jane Jane Fonda Huh. gauðin sem skrifaði myndina eða leikstýrinni, Henry Selick hann skrifaði Night Before Christmas og Giant Peach og Coraline og eitthvað Oh, þetta er svo, ég skal lesa fyrir ykkur hérna. vinnur hans Tim Burton. ég skal lesa fyrir ykkur plottlænið. In a coma, a cartoonist finds himself trapped within his own underground creation and must find a way back while racing against his popular but treacherous character Monkey Bone. Þetta er helluð fucking mynd. Þetta er helluð mynd sko. Ha, Þetta er mjög helluð mynd. er hún þú veist hvað þá, eða þú veist hvernig?
Hún er bara, ég man bara, ég horfði á hann sem krakki. Er hún geggjuð? Hún er geggjuð sko. Okay. En hún er líka bara svona Er hún animated þessi mynd? Hún er Part animated? Hún er stop motion. Apinn er allavega stop motion eða svona. Er Brendan Fraser apinn? Nei, Brendan Fraser er Hann er í helvíti eiginlega tæknilega og apinn er svona að fara út um allt og eitthvað svona ríðdrepa allt eitthvað hræðilegt og hann svona kemst úr helvíti og brýtur þessi hálsin eða eitthvað og eitthvað svona þarf að hlaupa út af allt með brotir háls og bara rífur hann all inneblinn og þetta ég maður bara þegar hann teipaði þessu allan saman aftur því að hann búin að rífa hann kannast ég eitthvað við þetta, ég verður að sé þessi mynd. Hver er komin út? 2001 sem er ekki árið sem ég held að hann hafi komið út. Ég hefði munið eftir henni, hún hefði verið síðan þá. En þú veist eða meira, ég hefði munið meira eftir henni. En þú veist, talandi um Brendan Fraser, þá er Airheads geðveik mynd. Já. Hvað myndi það? Þeir taka útastöðuna hostage hljómsveitin að þeir vilja láta spila lagið sitt í útvarpinu. Ok, það er mjög skrítið. Þetta er mjög óþægilegt. Við erum að hlusta á trailerinn fyrir já, myndina. En ég ætlaði bara að tjekka þess á trailerinn. Þurfum að bæta sinn eftir á til að útskýra. Nei, ok, gaurinn er í kóma en fer samt svona tæknilega til helvítis. Já. Þetta er ógeðslega Tim Burtonlega mynd by the way. Já. Þetta er alveg bara svona allt designið og allt svona er ógeðslega Tim Burtonlega, skilurðu. Kom hann ekkert nála þessu? Ég held að hann hefur leikstýrt henni sko. Ég var eiginlega bara alveg vissum að hann hefur leikstýrt henni. Þá hefði maður samt vita hvað myndi verið. Já, en þú veist, það er svo mikið af skrýtnu shit hann sko. Þetta er bara, þetta er svona Beetlejuice-legt líka. Svona show me the shit. Ok, við skulum bara, ef við ekki bara horfa á trailerinn. Eigum við að og lýsa hvað er að gerast mjög skringilega. Já. Þetta er bara 1 mínúta samt, þetta er ekkert Ok. þetta er ekkert að vera að vera í klukkutíma að vera það er mjög undarlegt. En já, apinn fer svo í líkamann hans úr dáinu í líkamann hans í staðinn. Ok. Já. Jú, ég kannast svo mikið við þetta nú. Þetta er mynd sem allir hafa séð einhvern tímann en engin mann eftir. Og þessi trailer er ekki að gera neinum greiða by the way, en hann er mjög trailerlegur. Þú veist, þetta er alveg bara svona super já, Tim Burton. Þetta er samt geðveikt. Þetta lukkar sick. Þetta er ógeðslega skemmtileg mynd sko. Þú manst þetta þessu. Ég hef aldrei séð þetta sko. Þú hefur aldrei séð þetta. Bergur hefur definitely séð þetta. Ég hef séð hana, ég er alveg viss um það. Þú veist, þetta er svona svo awesome shit. Shit. Er þetta Offspring? Já, þessi mynd er svo mikið Offspring. Nei. Ég skil ekki þessi trailer er bara ekki, þú veist. Já, en þú veist, þetta er mjög fucked up eitthvað. Þetta er mjög fucked up shit. Það er alveg svona næstu jafn svona súrt og Mr. Nobody svona umhverfið. Já, Mr. Nobody er líka mjög fucking grillað
grillumynd. Já. En hvað var næst á listanum? Ég man ekki hvað við vorum að tala um undan þessu. Einræðisherra Við Tansaníu. vorum að tala, nei, við vorum að tala um Pax Romana frá fucking Marcus Aureliusi. Þannig að vera Komið kannski sögu. góður einræðisherra. Við vorum að tala um litt einræðisherra. Ég Já. elska það að það sé staðmynd. Það er bara það sem þetta átt að vera alltaf. Allavega, hann fekk brons sovjet-rússneskan svona panser skriðtreka Já. Úr bronsi eða- og silfur hérna svona hvað kallar mataprjóna, mér finnst þú Íslandi kallar það mataprjóna, chopsticks Já. þetta er bara mataprjóna er samt alveg rétt Það er bara prjón. Já, Prjónar. mataprjónar. já, frá Þú Mongolíu getur prjóna peysu með þeim. Fekk hann kínaprjóna frá Mongolíu. sko ok Easy, bro. eitt af skrýtnustu hlutunum minna Herru, býtu. Áður en hún fer út í það. Æ, fyrir ekki, Þórður. Ekki mál. Að því að við vorum að tala um prjóna. Álangum að segja stuttasögu að því að silfur kínaprjónar Já. eða veist, mataprjónar minnum á einu sögu sem við heyrðum í kvikmyndaskólanum. Það kom sem sagt gæi sem heitir Akkur fór hljóðið mitt. Halló, ok. sorry. Hvað heit hann? Jeff? Þetta er ekki. Hann var John. skorskur. Já, Jeff eða veist, Það getur. Joff Ég þór ekki að fara með. Jeff Geoff eitthvað. Allavega fyrir ekki að hlusta að þú skilur ekki íslensku þannig að skilur ekki máli. Allavega þessi gauður, hann kom hana að því hann vildi kaupa hús á Íslandi já, eða veist, hann þekkir sem sagt eða konan hans eða eitthvað þekkir eitthvað svona deildastjórn sem var deildastjórn eitthvað þá. Þannig að hann kom og var með svona masterclass eða svona kynningu bara eitthvað og hann var sem sagt alveg svona bara svona einn fyrsti gaurinn í svona sem sagt After Effects svona tölvugrafík vinnu. Já. vá, hvað já, ok Eða Þú veist þegar MTV var að koma upp. já, Hann var það já, ég er að sko. segja að það er svo fyndið að því djúvel þekkir Freyr já, ég er að segja sko, þessi gaur og Freyr eru örugglega bara svona þeir unnuruglega bara saman því hann var mitt Já. skoskur og var að gera eitt af fyrstu svona VFX séti ever allavega þessi gaur shit var að segja ykkur sögu af því já, að hann var sem sagt gerði rosalega mikið af tónlistarmyndböndum og var að vinna í tónlistarmyndböndum. Hann gerði by the way hann að tónlistarmyndböndu við Red Hot Chili Peppers by the way, nei, hvað er það? Heitir það ekki? Tough Early MTV Red Hot Chili Peppers Já. Hann að klippart myndbandi þeirra aha hérna og hann var sem sagt fenginn til að vinna með myndband hjá Michael Jackson sem hann var á þeim tíma dýrasta tónlistarmyndband sögunar já, og var þetta, ég man eftir þessu myndbandi að ég man eftir að já, hafa þetta er eitthvað svona í ykkur svona game svona look rými svona framtíðar rugl eitthvað í ykkur svona skrýtnum galla með Janet Jackson þetta minni mig djúvel ætla ég að spyrja Freyr þessu já, en allavega það var sem sagt fengið þú veist, hann var að tala um hversu dýrst þetta myndband var sko þú veist, hann var að vinna bara að svona visual hlutanum að sem var alveg rosalega mikið í þessu myndbandi samt. Já. En það var sem sagt í einu atriðinu eða svona senunu úr myndbandinu já, og svona herbyggi og eitthvað svona stóll og eitthvað svona diskur með svona chopsticks eitthvað svona silfur chopsticks sem að kostuðu $9,000 eða eitthvað þá og þeir voru með svona art department á svæðinu já, sem að sögðu við getum bara gert þess að prjóna þú veist, við gerum það bara og bara í tölvugrafík nei, bara búa til sem sagt, já, já, þú já, veist, bara Ná í tréprjóna og spreyja það. já, basically já. og það var bara svona nei, við viljum þessa og þetta voru bara svona þetta voru bara svona þessir prjónar Já, sem voru
man ekki af hverju safni eða eitthvað svona shit, þetta var alveg svona frá International Friendship Exhibition. já, Býtu. en í alveg þetta var þannig að þú veist, þetta voru bara einu prjónarnir í heiminum. Já. Þeir fengu þess að prjóna, stiltu þeim upp fyrir og voru semst að fara að skjóta, svo bara svona var svona búið að græja allt til og eitthvað og bara svona prjónarnir horfnir og þeir fundust ekki neins staðar og þú veist, það vissi enginn hvort þeir hefðu, þú veist, verið teknir eitthvað í burtu einhvern tíma týnst eða eitthvað hefur bara stólið þeim, skilur, eða whatever, það er bara svona Það er mjög easy money. já, 9.000 $, þú veist, og líka þá Á þessum þetta tíma. var, þú veist, 80 og eitthvað bara gone og Art Departmentið þurfti að smíða replika af þeim og það var notað í myndbandir. Sem sagt. Hvað það er svort. Fóru til búð, kefti prjónarsbreiðið þá en búin að reyða $9.000 í alvöru silfurprjóna. Já, sem voru ekki annað. vá, hvað það er fucking grillað maður. Það er Þetta er eins og með Lamborghini Diablo en hans, Gianmarco, já, 5 til í heiminum og hann notaði 3 í myndbandi sínu eða eitthvað. Eða þú veist, það bilaði einn eitthvað. það var enda rugl sko, það var alveg svona síðasti sem var notaður Já, var eitthvað svona fluttur inn frá einhverjum svona olíufusta bara svona af því hann var fjólblár. já, að Það var voru eitt bara af til 5 fjólbláir. Lamborghini Diablo var ekki Diablo. jú, minni það en til dæmis eins og þú veist, punkturinn hans semst gæðin sem var að tala um þess að prjóna var, þú veist, að því að það er svo oft í þessu, í svona high budget bransarugli Já, að fólk vill svona, nei við gerum þetta alvöru maður og þú veist það hefði aldrei neitt vitað það nei. Þetta verður Nei, gervi. nei, bara það hefði allir á settinu geta haldið þetta verið alvöru Já. nema eini art department af gaurinn hverju sem var gerði samt það. ekki Art Department gaurinn einhver sem bara gerði Svona. fake og skiptið. já, bara svona Bara svona, hann hefði verið gaurinn sem stalin já, þú veist, það Og bara ekki skiptaði látið. enginn út og það hefði enginn, já, þetta, já, það hefði enginn kannski gerði hann það og skildi ekki eftir sem hann gerði Af því hann var af því bara hann svona, vissi að hann er hvort þeir beðin um að gera það og Já, þá þá fengi hann líka kredit já, næs. Það var það góð saga til að segja líka. bingo Það var líka eitt svona sem hann sagði hann sagði líka ástæðinu okkur hann hætti að vinna í auglýsingum já, fuck og það var sem sagt, hann var bara að vinna í einhver svona mega auglýsingu fyrir bara eitthvað, þú veist bara homeless kegs, segjum eitthvað Já, ég menn ekki hvað það var já, og það er bara svona rauðfætt barn með freknur sem er Já. svona að dansa heima hjá sér með homeless pakkan sinn Já. geggjuðum feeling og síðan bara skjóta þér það og þeir eru að gera einhver Barnið? já, og hann gætt aldrei unnið auglýsingum þeir skjóta um einbandi og hann er að gera einhver effekta fyrir þetta síðan bara svona kemur leikstjórinn bara svona já, en við viljum ekki hann sem er freknur nei, hættu. það var þannig og hann bara svona er í, þú veist það er náttúrulega bíluð vinna að bara svona taka út Já, freknur ég- einhverjum eftir á Þetta, það er bara- í dag er alveg heldur mikið vinna, já, sko. þetta er enda frekar nýlegt sko já, þetta var alveg það er svona ekkert back in the day svona Já, ok, þetta var ekki Hann- 80 og eitthvað. hann byrjaði að vinna í auglýsingum þú veist 90 og seint og Já. var að vinna alveg til 2000 og eitthvað og það bara, þú veist, er splæst út peningum fyrir þessu síðan bara svona sér krakkin auglýsinguna sem hann svona fekk að leiki og geð spenntur að sjá og er bara svona mamma, hvað er ekki með freknur í auglýsingunni af því að það eru aumingjar sem eru með freknur Þú veist, þráinn það eru aumingjar sem eru með freknur vá hvað það er heimskulegt. en hann sagði að það hefur bara verið svona stráið Já, það var ég fekk að heyra einu svoleiðis um daginn. hodnið sem fyllti mælin Ég fekk að heyra einu svoleiðis sögum daginn, já, svona stráið. Ég er náttúrulega búin að tala mikið um að vinna í vissum vinnustað sem ég vann á, djók, staðaskóla. Bara svona, shout out nei, takk tilbaka. sjátt á bara Blöndós stoppið frekar á Blöndós já, það er Sko- lengri, þeir þurfa að kera lengur en En ef þeir eru að fara á norður þar við bara svona, þetta er alltaf svona eins og við séum svona Borganes svona veterans úr Víetnamstríðinu sem koma saman og svona ætla bara að hittast en enda alltaf að tala um stríðið
Já. Þú veist, ætla svona, nei við tölum bara um konun okkar og eitthvað. nei. Og við lendum oft í þessu, ef við hittum sérstaklega fleiri en 2, þá tölum við alltaf um þetta. Remember the good old days, man. Já. Bara svona til að gefa hlustendum hugmyndum þetta, þá vinn ég núna á veitingastað þar sem við erum 6 saman, þjónar og í uppvaski, mannski uppvaski, að þjóna svona segjum 200 tops 250 manns á dag. Þarna í staðarkóla var ég í eldhúsinu, 2 þar, 4 frammi og það er allir sem vinna. Það eru 6 manns líka og það eru 3000 manns á dag. Nei. Jú. Sko lágmark 3000 manns á dag. Og ég held ég að elda svona 750 hamborgara, bara hamborgara, síðan var svona 250 samlokur, 250 allt, og þetta eru 23 hlutir á matseðlinum. Nei. Jú. 23 hlutir á matseðlinum. Við eldum örugglega 750 hamborgara á dag. Djústettum svona tonn af frönskum. Ég held að veltan hafi verið á dag, hann held einhvern veginn á 6 milljónum held ég í seðlum, ekki kassa, ekki kort. Ég held að það hafi verið mesta sem hann haldið á henni svona. Ég held að það hafi verið, ég vil segja 5 milljónir í seðlum úr kassa. Sko þegar, og það eru 6 manns 3000 pluss versus 200 manns dag, og stundum er svona, það er mikið að gera. Þannig að svona síðsumars, ef þeir eru að keyra og stoppið í staðarskóla rétt fyrir vaktaskipti, munið það, og þeir býtið í hamburgerinu og segir þetta er algjörlega passionless hamburgeri, þá er hann það. Það er og bara satt. það er bara alveg ástæði fyrir því. Já, þú veist, Ef að það væri einhver ást í þessum hamburgera, þá væri manneskinn í eldhúsinu Dáin úr Dáin. ástarskorti. dáin úr ástarskorti, nei, ég meina, þú veist, eða bara væri ástsjúk. en þú veist, svo var þetta, svo von á það komum við með trukkabílstjóra. Shit, passið ykkur maður. Þetta er fucking fuck man. Svo von á það fengstu trukkabílstjóra sem svo akkur eru græna baunir með fucking hamburgerinu mínum eða kjötinu mínu sem hann komst með fram á ég að drepa þig eða eitthvað, og beljan er búin að borða grasið, aumingiðinn, og henda matnum með disknum í rusli fyrir fram að þig, og þú svona, ég hef ekki tíma fyrir þig, ég hef ekki fucking tíma Og fyrir þeir koma inn í koma inn í eldhús, farastjórar, bílstjórar, biðja eitthvað shit, fólk sem heldur á sig klósett biðjum frían mat, biðjum frían mat, eitthvað svona shit, svona pirrandi drasl. Svo var fólk, fólk að það var einu sem kom ég var frammi og kom inn í kall og meig yfir alla metsölubækur okkar. Mér finnst það drullu fyndið, og meig yfir bókastandinn, og það var svo mikið að gera að við vorum svona, þetta var Stefán Máni, þetta var svona bíp, bókin hans var ekki þarna, bíp, og ég get ekki verið að redda þessu, ég verð að afgreiða. Þú veist, ég er það upptekinn að ég get ekki stoppað mannin sem er að pissa á bækurinn okkar, og einu sem lendu við því. og ég meina, hvað hefði þú átt að gera? Nei, áfyrir utan það, ég hef ekki greipið og svona tekið fórhúðun á hann svona Úti vinur, úti. og sé svona tippið á hann bólna upp allavega. Og svo er hann sprungið og pissiði fyrir yfir allt, Já, sem er verra. já, það var einhvern kall sem kom og fekk samlokurna sína pínu seint, sem er bara fucking eðlilegt. Já, þú veist. Ef þú vilt fá hann líka rétt, við gerðum matinn oftast rétt, ég ætla að segja oftast. Hann sem tók sér til og fór hann að bað í reiðiskasti og kom aftur út, og hann var bara búinn að pissa yfir allt baðherbergið bara. Hann var bara búinn að pissa yfir allt baðherbergið. Og bara gauð sem hann var brjálaður á samleikinu sem seint og meig yfir allt baðherbergið. Bara sem mótmæli. Já, það er eitt skiptið. Svo var einu sinni, þetta er bæði við þróttasagan mikla. Það kom einu sinni botsjalið í staðarskóla, 15 manns,
þetta er ekkert svo stór rúta og fengur sér að borða, fóru að baða, fóru út, svo komu 15 ára stelpuna sem eru í þrifum. Nei, ekki séns, bara við erum ekki að vera að gera það. Og Hákon vaktstjóri, yndislegur shout out to Hákon alltaf tekur sig til, fer í hanskana, fer hún að bað og hann sagði þetta hafi verið eins og einhver hefði svona bara opnað hurðina og ekki labbað inn í baðkamarinn nei, hurðina, opnað hurðina gyrt niður sig og bara svona fred kúkað yfir allt innan við þessa hurðar var út í kúk. Og ekki bara það, heldur hafði hann sest ofan á klóstið eftir á því voru svona nuttfjör á klóstið eða eitthvað og skituði heftarlega klóstið líka, þannig að það var svona stíplað klóstið sko, mjög stíplað og hann bara svona ok já, og byrjaði svona að þrífa veggjunum og eitthvað og byrjaði svo tókdrötu og byrjaði svona, þú veist og síðan kom svona losnaði eitthvað lengst inn í lögnum og það skvettist niðurgangur upp í hann og það bara svona glupp og búið bara svona kúkur beint upp í hann. Ok, Hákon minn, elsku Hákon. Hákon, ef þú ert að hlusta hvernig ertu með svona gott jafnægi eftir það? Þegar þú veist hvernig ertu með geðheilsu og veistu hvað, hann svona Hvernig Hákon? ég er svona ímynda Segðu mér að næstu sér. ég ímynda mér að hann hafi verið svona svolítið sveittur ennþá eftir allt grillið og bara svona staðan og svona ég veit ekki hvort, þú veist, hvað myndirðu gera í þessu annars? Myndirðu spýta þessu eða myndirðu bara svona kyngja og bara, þú veist, bara vona það besta? Nei, ég er að tjóka. Nei, ok, ég er að tjóka. En það sem ég hefði gert í þessa aðstöðu Já, væri að svona rólega labba að vaskinum og skóla með munnin. með sápu. Já, örugglega. Já. Þú veist, ég veit ekki. Og ég hefði bara svona labbað út og ég hefði bara labbað heim. Ég hefði labbað heim. Ég hefði Nei, labbað enda það sem hann gerði var að hann labbað út bara kýldi með hann í hurðina bara í pirringsreiði, labbað út, fekk sér síkó og bara ég er hættur að vinna þetta. Já. Og hætti að vinna þetta, hann bara hætti þetta og ég fæ stundum til líka svona ég má ekki vera að segja þetta, síðan er ég bara jú, ég má fucking segja þetta. Það er alls konar sétt í mig bara svona eins og fyrir aftan mjólkurkassa, það er svona mjólkur, þú veist eins og í skólinu það er svona mjólkurkassi sem þú svona pressar og var mjólkurkur fyrir aftan það, inn í hendur sig fannst einu svona fucking begla begla, bara pípa begla. Já, ekki bagel. Nei, bara pípa begla. Já. Og stöðastjórinn var bara svona hei, hvað er þetta? Og allir voru bara svona við ætlum ekki að segja það því þú munt bara, ef einhver svarar þá myndi halda það sé þú sem átt þetta, skilur við, þannig engin staðin eitt. Svo stundum sem ég bara svona lendi næstu í slag við yfirmanni minn og örgl sko. Þú veist, það var bara svona, það var ógeðslega mikið að pöntunum svona, þú veist, þegar maður setur svona upp með og það skilur á pantanir og hann svona þessi maður kvartaði hérna og svona tók með hann og svona sett hann fremst. Nei! Og ég er svona, þú veist að þá mun næsta manneskja sem þú ýttir aftur í röðinni kvarta og eitt skiptið var ég bara svona hættu þessu, bara í alvörunni, nefnir að fokkin hætta þessu. Ég er að reyna að gera maturinn þegar ég sátt ekki og ég lendi mig einhverjum svona og ég bara svona í andlitur okkur öðrum. En samt alltaf eftir vægt þá var þetta alltaf algöð sko, en bara, þetta var bara svona bokk, eitt skiptið samt. Var það Hákon sem að gera þetta? Nei. Það var sem sagt eitt skiptið sem bara, það var bara slagur. Það var bara þú, ég, út á planinu núna og það er bara, það var bara í slag. Ég ætla ekki að segja hver sko, en það var bara kokkurinn og vaktstjórinn bara tóku bara slagsmál. Shit. Og eftir þetta þegar mér var sko hent út úr eldhúsinu af því fyrir að hafa sagt eitthvað við þessu
og Hákon tók mynda mér eftir það, það er þá til ljósmynd af þessu. Ég er bara svona þrotin, ég er bara svona skilgreiningin á þrotin, ég er bara svona kaldur sviti, rauður í augunum, bara svona ekki til í þetta. Og þetta var svo fucking myndir sko, góður. En það var svo mörg skipti sem voru bara svona nei, nú hætti ég. En líka magnið af eiturlyfjum sem hefur fundist inn á klósettinu þarna. Eitthvað svona fólk sem gleymdi grasinu sínu og ná klósettinu eða eitthvað, þú veist, það kemur svona smá útflísalegt skilur á veggnum og ég er bara svona, er þetta kúkur eða er þetta hass? Það gæti að verið bæði. Ég er enda fundið hérna inn á klóstinu á Subway í Skeifunni. Það er ímislegt sem Það er klóstið hjá Subway á Hananum. Já. Þar var, eins og fór inn á klóstið þar, það var svona á svona sillunni fyrir ofan klóstið alveg bara svona gras og tóbak. Ég segi að við fáum Hákon eitthvað og bara svona við rifjum upp eitthvað svona fucked up things því það var ímislegt sem var alveg bara svona. En það er líka Það má alveg. já, ég held Eða, ég meina, það er mér- líka bara svo nauðsynlegt að svona fólk fá að vita svona allt blóðið sem að er í matnum Ég sem sko- er að fá. Ég eins og í eldhúsum svona, þú veist, þetta er örugglega eitt uppteknandi eldhús á Íslandi en þetta er samt ekkert eitthvað svona, þú veist, þú þarft ekki mikinn aga myndi ég að segja til að gera hamborgara, skilur þú þarft ekki mikinn, þú veist, skilur hvað ég meina, þú þarft ekki eitthvað, þú þarft ekki að gera fínan, ógeðslega fínan mat, skilur með rétt alveg flamberað eitthvað, skilur, en þú veist að gera 750 stykki á klukkutíma eða eitthvað, skilur, það er svona, já, fucked up. En ég myndi, já, ég væri til að fólk myndi vita eins og í eldhúsum hvað það er fer mikil bara svona tauga veiklun í gang. Eins og líka svona fólk sem fattar ekki hvað það er mikið vesen þegar þú pantaðir hamborgaran en hann á að vera mínus tómatsósa pluss bacon pluss egg pluss eitthvað sem þú Og finnur manneskjan sem skrifaði það sjátt frammi til Örvars. já, og manneskjan þín Örvar, gerpið þitt manneskjan sem skrifaði það líka frammi í sjoppunni skrifaði þetta bara í einhverju röð já, og bara svona einhvern veginn og bara eitthvað svona allir skrifa þetta mismunandi, sumir skrifa té fyrir tómat eða eitthvað og sumir segja án, sumir segja mínus og þú ert bara svona var ekki, og þetta var allt handskrifað með það sko, við vorum ekki með kerfi, þú veist núna eins og í veitingastaðan sem ég er núna þar færðu bara útprentaðan miða, skilurðu, sem er væntanlega bara super nice, en þetta var allt fucking handskrifað og sumir gátu ekki skrifað fyrir sitt litla líf, maður bara eitthvað hamrókari er þetta hamrókari mínus ómat? Þetta er ómatur, já, þetta er þú fær svo leið. En þú veist, ég sem hef mjög lítið unni, þú veist, eldhúsi, unni eina vakti sem, þú veist, aðstofakokkur í eldhúsi og það var allt svona, þú veist, vakuumpakkað, súið dæmi eitthvað svona en þegar bara verðum að tala um Örvar, vinnur okkar Dodda, og Kaupmannskólanum, hann skilur til dæmis ekki þessa hluti, þú veist, þó ég hef verið svona litlar sem engar reynslu úr eldhúsi. En þú hefur samt reynslaði í gegnum annað fólk, þú skilur það í gegnum annað fólk alveg decently. Ég er bara svona, ég er svona líkamlega skilðað. Hvað? Gef mér smá stund, ég er að sækja hljóðstæki. Já, ég er svona líkamlega skilðað að biðja þú veist, það er eitthvað á matseðli, þú biður eitthvað á matseðli og svo biður einhverja fáránlega útgáfi sem þú ert að búa til í heilanum að þér á staðnum sem þú ímyndaðir að sé betri á einhvern hátt sem hún er alveg pottið ekki að þú svona drullir því út úr þér þegar bæði vegi í mjög vondum aðstæðum þar sem er mikið að gera á staðnum og þú veist, ég fæ svona kaldan svona hroll frá svona endaþarmunum og upp á svona koll toppinn á kollinum á mér og ég fæ svo illt í svona
fæ ég svona spennu í alla vöðvana og alveg svona nei, hættu að biðja um þetta ég ætla bara að fá lauk á helminginn á hamborgar, þú veist. Þegiðu? Það er blá ókunnu manneskja að elda kvöldmat fyrir þig. Já. Fyrir 1500 kall. Já. Það er bara svona, þú veist, tíminn sem það tekur að búa til hennan drullu hamborgara og tímakaupið hjá þessari mannesku er ekki svona hátt. Nei. Þetta var það einmitt það sem hann sagði þegar hann fekk það upp í sig að bara ég er að fá 1500 kall á tíman fyrir þetta. Já, og svo er það líka málið. Þú veist, hamborgarinn í Staðaskála, hann kostar hvað 1300 kall eða eitthvað, 1200 kall stakur hamborgar eða eitthvað. Já. Og þú veist, hamborgara tilbúð kostar 1500 kall. Já, segjum hamborgari með frönskum og gósi kostar svona 16-1700 kall. Já. Örugglega. Og ég meina, hvað kostar hamborgari á þú veist Rótars. Já, eða hamborgara smiðjunni eða hamborgara fabrikunni eða whatever. Kostar kannski 1700-1800 kall. Já, segjum 1900 til 2000 kall. Hvað heldur þú að manneskjan á, þú veist, fabrikunni, eða kannski ekki fabrikunni, þú veist, frekar kannski hamburgerabúllunni eða eitthvað? Skilur, er að gera fullt af hamburgerum á dag alveg, en þú veist, það eldhús er aldrei að busy og í Staðaskála. Nei. Hvað heldur að, þú veist, þau sé að fá tíman á meða við versus fólki í Staðaskála, skilur? Af hverju eru þau með svona lág launar? Já, en veistu af hverju? Af því þeirra hugmyndi er við getum skipt þessu fólk út. Já. Það er bara policy þeirra, er bara við getum skipt þessu fólk út. Og núna þá fatta þeir það eins og við erum að tala í kynslóðum sko núna, bara svona í djóki, af því við erum fyrsta kynslóðin sem kemur næsta, sem við þekkjum sko, sem koma eftir okkur, því það fóru allir á vaktin okkar, hættu allir. Það kom bara öll ný vakt næsta sumarið. Öll ný vakt, og núna er öll ný vakt, og núna þeir geta ekki ráðið starfsfólk. Geta ekki. Það er engin til að ráða, það vill enginn vinna þarna. Nei. Af því að, þú veist, ég minna eins og það sem ég er að segja núna, sant? Ég er bara svona, djúvöldar ég fyndið ef enn einn var eitthvað svona ærumeðing, eða hvað þú skilur, þú veist, ok, það er svona shit. Nei, þetta er ekki opinbert podcast. Ég veit það, en ég er að segja shit eins og það að á kvöldin og búin að vinna. Já, við erum ömulegir og við ætlum að kæra ykkur fyrir að segja. Nei, ok, ég er að segja á kvöldin búin að loka, þú ert svona að svona vír busta grillið svo ertu svona, nú er komið að ég held að þetta er grillmaster, held ég heiti, það er svona efni og þú setur það á heita pönnuna og hellir svo vatni á pönnuna þannig að það svona mallast og verður bara svona drullu tjörkennt efni sem gufar allt í andlitaðir. Já, þetta er bara svona brennisteinsoxíð eitthvað. Já, og ég las einhvern aftan á það eftir nokkur á vaktir var ég bara svona ok, las það svona á það þú átt að vera í sko hönskum, gulum hönskum þú átt að vera með grímu, gleru og í galla ef þú ætlar að nota efni, í galla. Þetta er svona, þú þarft að vera í sérstökum hönskum sko. Já, svona teipaðir á endanum svona, með eitthvað svona sírustix svona dæmi og ég sést bara svona herðu annarkvort reddarum mér gansgrímu og galla og öllu eða ég gerir þetta ekki eða ég hringi heilbrigðiseftirlitið heilbrigðiseftirlitið, sorry og það er ekkert embliði hérna. Nei, ekkert málmær ég bara, ok við sjáumst þá bara morgun svona yfirmaður minn svona, hann svona valsar inn geðveikt sáttur ég rædda þessu fyrir þig og réttir mér reykgrímu
svona málningarrykgrímu solid og laust. ég bara svona Ok, þetta var pottitt notuð málingarrykgríma úr sem hann bílskúrnum. notaði í bílskotnum heima á sér Já. og ég svona manstu ekkert hvað ég sagði bara manstu ekkert hvað ég sagði og sko við erum sko með alveg evidence fyrir því að þetta sé ekki gott fyrir þig af því að ein stelpan bara svona herðu það fór til læknis og bara svona sneiðmyndatöku eða eitthvað á lungunum á sér og bara eitthvað svona það er bara göt á lungunum á þér þú veist það er bara svona ertu að vinna í einhverju vesmiðju eða ertu að vinna í einhverju svona þú veist ertu að vinna með brennisteinssúlfúr eða eitthvað hún bara eitthvað svona nei þú veist og bara svona hvað ertu að gera af því þetta gufa allt upp Já. á heitri pönnunni í andlitið á þér og ég er bara svona það er ekki leiðin svo að nota þetta heldur það getur ekki verið það er ekki séns að það sé leiðin svo að nota þetta og svo var eitthvað svona vorum við í Staffahúsi og ég svona hei hvað er þetta og það bara svona leiti upp í loftið og ég bara hvað er þetta okkur er loftið svart Ah. það var bara sveppur þetta var bara gróður að stíga og ég bara ég var bara Sko var það ekki ástæðan fyrir að þeir hættu að nota gamla húsið af staðarskóla var það því að það var svo mikill myglusveppur þar og það var síðan notað sem staffuhúsið án þess að væri neitt gert í því. jú þeir sem sagt klæddu veggina Það var hún bara svona safnaðist án þess að sjást þannig svona óks svona í Næra gegnum hann að svona djúsa sig upp. raka og og ég sem sagt sendi másafrænda mynda þessu og bara þú veist þú ert læknir ég meina þú er svona allt múlíkt mann líka í lífinu og þú ættir að vita þetta hversu fokt er ég bara að vera hérna hann bara þú ert að fara að kaupa það tjald þú ert að fara inn í það þú ert að hringja í lögregluna eða öfuga slökkviliðið Ná í brenniliðið eða í brenniliðið og þú ert að fara bara svona að brenna inni með þessu eða eitthvað þú veist að því þetta var bara svona ef þú ferð heim og það er ekki einhvers staðar heima hjá þér þá ertu bara með spores sem er að fara bara eyðileggja húsið þitt Þá er nú svona gott að vera með smá brennisneiðflóks í lungunum til að einmitt. drepa sveppin hann mun ekki geta að lifa inn í mér því ég er allur brunnin að innan eða eitthvað en þú veist herru, veistu hvað einn félagi minn sem var raunum með mér Steinar, shoutout to Steinar bara til hamingju með giftinguna og hvað flottu gaur postaði þessu á Facebook bara svona já, þetta er það sem við gistum í bara ekkert, ég veist bara ekkert að því Já. bara, þetta er bara svona þetta er staðrendin Já. og maðurinn okkar bara svona kommentaði bara nei, þetta máttu ekki kommentaði hún já undir þetta hún kommentaði undir, nei þetta máttu ekki og hún er bara með á Facebook bara enni, bla 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 eða eitthvað skilur, eða ég man ekki hvað það var eitthvað ég er bara svona máttu ekki segja fyrir utan Norður Kóreu talar ekki Norður Kóreu emmi, þetta er bara eitthvað svona ok Tyler, ég skal ekki nei, þú veist Já. og ég, þú veist það var margt eitthvað svona eitthvað svona er þetta en ég meina var það ekki yfirmaðurinn sem að var að stela pening og var reikinn jú, bara svona bara alls konar skrítið alls konar skrítið eitthvað svona flöskusjóðurinn hjá okkur að hverfa þú veist hversu mikið þú veist af hverju það af hverju myndir þú veist af því að henni langaði að þú veist komast á Akureyri til að fara í þú veist Detox, anal hún fór- bleaching Bókaði í detox fyrir það já en það sem fyndi líka það sem fyndi við svona fengum nýjan stöðvarstjóra eða yfirmann skilur og það var ógeðslega mikið að gera einu sinni það var svona fótboltasíson og túristasíson á sama tíma og þá veistu við vorum með svona 6 rútur á hverjum hálftíma eitthvað rugl eitthvað svona 7 miljón manns á dag eitthvað kjaftaði og ég var að vinna 10 til 10 sem var bara eitthvað skilur og hann svona mætti allt inn í eldhús og bara svona brett upp ermarnar og byrjaði bara að skópla frönskum í kassa og ég bara svona hvað er þetta að gera hérna? Af hverju er þetta að vinna? Af hvað er þetta að gera? Hann bara hvað er þetta meinur? Og við vorum öll í eldhúsinu, við stoppuðum bara svona af hverju er þetta að gera eitthvað? Af því stöðurinn undan satt bara inn á Facebook bara alltaf það var bara einu sem ekki það var bara svona alltaf
og ég bara svona þú átt actually að gera eitthvað þú vinnur hérna já ekki eins og maðurinn hennar sem að koma og stimplaði sér inn og fór síðan stimplaði sér klukkan 9 mætti svo aftur klukkan 9 kvöldið fekk sér kaffi og stimplaði sér út þetta var næstu því þannig þetta var örugglega eitthvað svona þurfti að panta sápu eða eitthvað þetta var bara svona þetta var mjög vafasamt en fyrir utan fólki sem kemur þangað líka getur ímyndað þér flóruna og ég meina svona flóru eins og í svona kúkniðinum maganum í þér flóruna skilurðu þannig flóru, ekki flóra Íslands skilurðu ég hef einu sinni hent konu út ég hef hent konu út því hún var svona fagmannleiðileg svona manneski sem fer út á daginn og svona ég ætla að vera ömurleg við kafsastarfsfólk í dag ég ætla að vera svo fucking leiðileg og bara ég ætla bara að vera það eitthvað mér líður illa eða eitthvað, ég veit ekki hvað hún kom bara ótrúlega dónuleg og ég bara góðan daginn bara ekki neitt væntanlega alls konar leiðindi og hún eitthvað svona ég man ekki hvað það var eitthvað og spurði hvort hún vildi kvittun eða ekki og hún eitthvað sagði ekki neitt svo ég gaf henni ekki kvittun og hún bara eitthvað svona ætlar ekki að gefa kvittun eitthvað og ég bara svona á endan og ég bara svona herðu bara út með þig bara hættu þú ert bara ógeðslega dónaleg bara út með þig og hún bara eitthvað hún vildi kaupa eitthvað meira og svona ég bara svona ég er búin að frátaka þann rétt að mega afgreiða þig ekki svo út úr þessari byggingu því annars bara hendi ég þér út bara for reals þú ert leiðileg vallægina þú ert bara leiðileg manneskja út með þig hún bara djöfisins framkoma eitthvað og ég bara eitthvað ég ætla að ringja í mannin og eitthvað og ég bara svona býtu og það var svona listi vil hérna mér og ég bara svona skrifaði niður númerið hans og bara svona út með þig og ég bara rétt inn í miðan númerið hans bara hérna er númerið hans út bara núna og já ég þurfti já. Og svo varstu leikin nei ég þurfti bara svona að hendinni út á endanum já þetta var væntanlega ekki fyrsta seinasta manneskjan sem ég hef gert þetta fólk sem er svona mann ég elskar þetta sem að Ásgeir sagði okkur bara á spekku já hann er að segja það ok þú veist segi þetta með miklum fyrirvara því að ég svona, er ekki alveg með dítilin 100% hreinu en allavega þá var hann í Ólísi eða eitthvað og það var eitthvað kona sem var svona drulla yfir eitthvað starfsmann út af eitthvað bensíndælu kjaftæði eitthvað svona sem er svona mest eitthvað svona henni að kenna sem hún klúðraði eitthvað og starfsmaðurinn bara svona kom honum ekki neitt við en hún fór inn og byrjaði að drulla eitthvað svona og hann stóð svona í röðinni fyrir aftan hana og hann hugsaði bara svona já, hann var eitthvað röfli yfir að þurfa að starfsmaðurinn ætti að gera eitthvað svona dæmi og hann hugsaði eitthvað svona stóð fyrir aftan hana og hugsaði bara svona okkur fucking gerir þetta ekki bara sjálf að tussa bara svona stóð fyrir aftan og var að hugsa þetta svo bara svona snýr gellan sér við og horfir bara svona í augun á honum bara hvað sagðirðu og hann sagði þetta bara upphátt bara í bara full uniform já það er enda skiptir ekki máli en þú veist það er ekki þig hann var í vinnunni og var mjög hræddur að þessi manneskja myndi hafa samband við hans yfirmann og hann er í leikin en hann fór hann þurfti að hlaupa á undan geluna því hún ætlaði bara að rjúki hann og hann hljóp og hann skildi mér þess að vinnubíli sinn eftir af því að hann bara svona að koma sér í burtu og hann hringdi svona í yfirmanni svona bara svona herðu ég ætla bara að segja þér að ef að þú veist þetta gerist þá gerði ég þetta vort en þú veist sem betur var ekkert meira úr í held ég en þetta er til dæmis mjög fyndið fuck hættu þetta er bara svona í
löppin á mér. Það er eitt sem ég geði. Ég hef einu sinni unnið á svona snobbstað. Það var bara svona veitingastæður Já, sem var bara svona Uber matarrung snobb, bara með svona einhverjum gæi sem var bara svona séni í að gera snobbmat. já, Og bara ég var á einhverjum ástöðum bara svona hinn gæin á vaktinni. Það eru 2 á vaktinni, komum kannski svona 20 manns á dag og maður er bara svona já. alveg búinn eftir vakt What? að ég afgreiða 20 manns, að ég hafði bara svona 7 réttir á alla og það er allt eitthvað svona Já, ok. úbervangefið grillað te-infjúsað kínakál með misukaramellu og þú veist, Sem þú þarft að handgera frá byrjun. já, fyrir framan fólk. Þú þarft að búa til miglost á 5 mínútum. Og líka frá í svona grunni. í sýningareldhúsi, þannig að þú ert bara fram í sal Já, fyrir framan allt fólkið og það er svona, það er eitt sem var geðveitt að vinna þarna er að viðskiptavinurinn hefur alltaf rangt fyrir sér. Alltaf þegar kom pöntun bara svona, já, þau vilja þetta en þau vilja ekki sem sagt misukarameluna. Þá var bara sagt nei, Já, þau bara fá þetta ekki öðruvísi en þetta er á matselinum. mér finnst það geða þetta reyndar. Ef þau vilja fá einhvern svona kjánamat þá geta þau bara farið á stað sem selur kjánamat. Mér Og finnst það geða. já, og hann bara svona, það var bara svona sagt við þjónana, farðu bara og segðu þeim að ég ætli ekki að gera þetta og segðu þeim að ég ætli ekki að gefa þeim neitt og þau geti farið eitthvað annað. Það er bara segir mér svona, ég held að það sé svo ótrúlega gott fyrir fólk að læra þetta, að það kemur svona, ætlar að vera með eitthvað kjaftaði Já, og síðan bara svona, nei, þú mátt fara út. þú mátt fara út. Já, Og okkur ber engin skylda til að gera neitt fyrir þig. farðu bara á Snæland-vídeó Já. og fáðu þér hambúrgara þar. Skilur mér í fucking hamburgerstæð. Nei. Ok, Já, allavega. það var svona By the way, ef við myndum opna svona grasbúð á Íslandi sem væri, þú veist, svona, já, ef það væri löglegt á Íslandi, allt í einu. Djúvill myndi ég skýra hana James Blunt. Já. Og erum svona, Og vera í gamla James Bond húsinu. já, gamla James Blunt húsinu. James Bond? James Bond. James Bond, Fínt vídeólega. Ég já, hugsaði það þess vegna, já, sko. já. Af því að Snæland-vídeó, James Bond, James Ég- Blunt, grasbúð. Ég var ekki búin að tengja þetta við James Bond. Ég Nei. var bara með James Blunt. Þetta er samt, hvað? Þetta er samt alveg rugglað, sem þú veist að segja. Voruð þið bara 2 að elda? Já. Og bara svona ég og svona mad scientist Já, hann að- kokkagaur. Hann að Prodigy, hann að kokkabakarinn. Já, sem var líka, hann var svona alveg nöttari sko. Já, Og bara svona, hann var bara svona, þú varst með svona 15.000 hluti sem þú gast mögulega klúðrað og varst mjög sennilega að fara að klúðra og það var bara svona, þegar þú klúðraðir einum af þeim að þá fekstu svona mad scientist kokkagæja sem er bara svona hérna í þér að bara svona skýr ekki þú veist drulla en svona mjög skýrt útskýra fyrir þér hvað þú ert að gera vitlaust, Já. hvernig þú ert að gera það rétt og hvernig þú ert að gera það núna. Ég er þar, ég man bara, já, ég man einmitt eftir því bara sama. Oh my fucking god, sko. Þú veist, ég líka, þú veist, það var heimskulegt, svo fucking heimskulegt eins og þarna, það sem ég var að vinna, þarna í staðarskóla. Við vorum með 5 mismunandi hambúrgara og það var alltaf eitthvað svona, eitthvað kjaftæði. Já. Eitthvað svona bernesborgarinn sem er bara ostborgar með bernesós. Þetta er bara, þú veist, baconborgari skil ég. En eitthvað svona stöðaborgari með ananas á. Nei. Og ég Sem eitthvað að, svona, þú veist, hver fæ sér það? það er fólk sem pantar þetta og ég bara svona, af hverju? Af hverju? Af því þetta er bara vesen. Þetta er bara fucking vesen. Þú veist, ha? Og eitthvað svona númer 6 og númer 7 maður er svona og síðan er fólk sem við vorum líka með fucking eitthvað svona heimskulegt eins og frosnar kótilettur og þú veist bara eitthvað svona að henda því á meðan
kom það bara svona, var borið fram frosið. Ég hefði bara viljað það, please sko. Frosnar kótilettur. Á svona íspinnapriki. Já. Og nei, það besta var sann, besta var þú veist með svona, þú veist þetta eldhúsi var upprunlega frammi þar sem fólk var að nötta yfir þig allan fucking dag. Það var bara svona hey og bara svona kúka yfir þig allan dag og svo var það fært fyrir aftan þar sem fólk var aðeins minna að kúka yfir þig. Það var bara trukkabílstjórar. Þú veist að reyðjast inn til að gera það. Já, en þú veist, þeir eru líka bara svona við höldum þessum staði uppi á veturna, við getum alveg stoppað í Borgarnesi frekar. Og ég bara svona please, gerðu það. Þú ert ekki að halda þessum staði uppi. Ef þú eru að fá 5 milljónir í cash á dag þá er það ekki að halda negin uppi. Og við erum að tala um á einni vakt sko. Þú veist, what the fuck man. Það er 8-12. Ég held það. Nei, 8 tíma eða 12 tíma vakt. Hvort voruð þið að vinna? Ég var að vinna 12 tíma og síðan var ég að vinna 8 tíma og 8 tíma. Já, en þú veist náttúrulega að gera upp kassan á 8 tíma. Á 8 tíma vaktinni. Já, voru einhverjir að vinna á 8 tímum og aðrir að vinna á 12 tímum. Þannig þegar vaktaskipti voru eldússkaurarnir á 12 tímum? Já. Af hverju voru eldússkaurarnir á 12 tímum og afgreiðslufólki á 8 tímum? Ég veit það ekki. Það er bara svona alltaf. Já, það það er þetta, þú veist, það er það svona. En ég skil það í, þú veist, atvinnu eldúsi þar sem þú veist með kokka sem eru lærðir kokkar, þetta borgaði meira fyrir að vera kokkar. En þú veist, í staðaskála þar sem þú ert bara með þorra, þú veist, no offense. Já, ég skil. Að steikja, þú veist, hamborgara og gera svona shit, þá hefur alveg efna á því að vera með, þú veist, 3 vaktir í staðan fyrir 2, skilur. Já, ég var að hugsa þetta hins eginn sko. Að þú væri með sko dýrara staff og þá vildur þú frekar hafa það á styttirvöktum. En já, En þá ertu með bara Já, þá ertu með heila vakti viðbót, skilur. Já, það er rétt. Allavega þá já, þá fórum alltaf gerðum við upp kassan á milli vakta. Þetta hefur þá verið fyrir hálfan dag. Þekk. Og ég hef alveg séð strimlana stundum, skilurðu, uppgjörunum svona. Var alveg bara, oh my fucking god. Eins og alltaf það sem ég vann í göngunum. Já. Guð minn góður. En þar varstu líka á góður laun. Þar var ég á bara svona brussulegum launum. Bara við subbulegum launum. Ég hugsa út í það. Ég fekk fyrst útborgið bara eitthvað 630.000 fyrir að sita og taka við peningum. Nothing else. Ég bara eitthvað svona, er þetta vitlaust? Fekk ég alltaf mikið útborgað? Nei. En svo þar var ég 8 tíma, einu megin í göngunum. Bara fólk sem var að koma inn í göngin. Á 8 tímum, það var svona 3,5 milljón eða eitthvað held ég að verið, mér minni það að það verið eða 2 milljónir, segjum það hálfu megin 8 tíma af 24 tíma degi. Eru þá ekki að tala um svona háana? Jú. Já. En samt eða En ég held samt að háanatíminn í göngunum sé örugglega sko frá, þú veist, svona hádegi og alveg svona til svona 6 á kvöldin. Já. Það er svona, allt annað er mjög lítið að gera. Já. En ég meina kvöldvaktarnir voru bara, það var ekkert að gera. Það var svona 300-400 manns kannski. Þetta var mjög næst starf sko. En ég fór bara að hugsa, útgjöldin á þessu fyrirtæki eru laun og viðhald. En viðhaldið er samt, þetta er partur af þjóðu 1, svo það er viðhaldið niður af ríkinu. En ekki viðhaldið á göngunum sjálfum. Já, svo skiltum og frá veitu. En það er samt bara ekki það mikið sem það kostar. Og þetta er svo mikil það lítur að vera svo ókjærst mikil velta á þessu. Já. Það settur ekki upprunalega upp þegar ég gerði þetta fyrst að þeir settu hraðamyndavélar sem voru bara þeirra hraðamyndavélar og voru bara að gefa út hraðasektir
og síðan kom löggan bara nei, með þetta ekki þið með ekki bara sekta fólk. Þú vil að finna það að gera það samt. Já, Setja hraðamyndal sem bara mælir allt og lágt. já, ef þú ættir samt, þú veist, ef þú ættir eitthvað land og það þurft að byggja vegi gegn mann og þú myndir svona, nei, ekki nema ég með eigan og þú myndir setja bara aðra hraðatakmarkanir. það er samt svona þegar að vegirinn byggir veg í gegnum land, Já, þá er það bara svona, já, við erum að byggja veginn hérna og já, og það er bara svona, já, sorry. það er bara Já, sorry. leiðilegt fyrir þig. Þetta er svona með gullruglið. Já, herru, núna má leita eftir gulli í eitthvað Djúpuvík, ég veit ekki, ánægstærna á Íslandi. Og það var bara svona núna, bara daginn þið megið Er þetta eitthvað sem gerist núna? Já, það er bara þið megið leita eftir gulli eitthvað bla 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 bla. Mátti ekki Jú, en svona dudes já, mega fara já. inn í garð hjá þér og leita eftir gulli Nei. og grafa eftir, og þetta var bara eitthvað svona, þetta var svona skandall, bara svona bíðum í 5 mínútur eftir að þetta er skandall. Jú, Já, þú mátt bara koma á þungagröfinni og bara eitthvað svona grafa, hvað er þetta í húnni? Þetta er bara eitthvað, og hvað, gull? Þetta er eitthvað fáránlegt. það er Báka, það er eitthvað mest upp. Já, það er mjög messed up. Eins og þú veist, eins undarlegu staður á Bandaríkin eru. Ég myndi að þú mútið segja einhverjum, já, þú mátt séu bara svona gramsa í landinu á þessum gæja. Nei, 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 alls ekki. bara, nei, Ekkert svo leiðis. nei. Shit. Æ, það var, ég var að muna eftir einu. Sko, þegar ég var vinist, já, annáttur þegar ég var vinist aðeins og ég þurfti að komast heim. Það var alltaf í Hrútafirði og ég byrði á Akranesi. Og ég svona, æ, nei, ég misti strætónum. Æ, ég er að komast heim. Hey, það eru trukkabílstjórar þarna. Need to get on your knees, son. Ég á einhvers staðar á einhverjum disk, harðadisk eða eitthvað upptöku af eitt af þessum ferðalögum. Þetta er bara mesta rugl sem ég hef einhvern. Þetta er svona, ég held sko að trukkabíllinn sem þú ert inn í sé svona loft, svona búbla frá umheiminum og þú ert bara svona, þú ræður bara hvað þér finnst eðlilegt. Eða veist þetta er þú veist, þér finnst þetta bara eðlilegt greinilega og okkur svona eitt skiptur fór einn fyrir hjá og svona bara svona algjör dude, skilur bara svona skítur svona trukkabílstjóri eitthvað ekki á Eimskip, heldur ég á okkur svona eitthvað annað Sigdanski. Sterki. já, eitthvað svona og þegar hann kveikti á bílnum það bara svona brjáluð anime rave tónlist Já. og hann bara starði fram á veginn og ég var bara eitthvað, hvað er þetta? Running in the 90s. Já, en svona Running in the 90s svona speed techno rave geðviki ógeðslega hátt og ég bara svona já, þetta er flott hvað heitur annars? Svo fór ég stundum bara svona með einum dude Sorry. Það er öðulegur. fór ég stundum með einum dude sem svona var að segja mig sögur af lífi sínu sem var átt fínt sko, þetta var svona sérstakur hópur af fólki sem ég væri til að bara svona taka upp grínust. Já. Hann var Þetta eitthvað væri reyndar alveg geggjuð svona pæling af heimildamynd. já, þú veist, mér langar alveg að gera þetta. Fara svona með trukkabílstjórum. Mm. Þú veist, svona áhugavert ice road trekking. Já. Ekki Hann var svona eitthvað, já,
No, we got stuck. Oh, god damn. Og svona, þið gerðu það sjálfur. Þú gerðu það sjálfur. sem kemur eitthvað svona 3D tekník að því hvað hefði geta gerst. Ég get ekki hægt að horfa á Ice Road Trucking. Þú veist, ég hef verið fyrir fram að sjónvarp sem með Ice Road Trucking á 5 rásum og ég bara svona í vandræðum með hvaða Ice Road Trucking á að horfa á. Að mér finnst þetta allt svo í alvörinu spennandi. Já, og Gauir sem var að tala með eitthvað svona sem eðlilegt fyrir norðan. Slá kett úr tunnum. Slá kettur tunnum, bókstaflega. Alvöru ketti. Þeir heldur bara það væri það sem það myndi. Ég bara Og eitthvað svona keira fullur og eitthvað svona sem svona honum varst cool en það var ekkert cool. Svo spurði ég manneskju náttúrulega frá sama bæ og hann bara svona, hei, veistu hvað þetta er? Spurði náttúrulega má minn að því og hann bara svona þagnaði og bara já, ég veit hver það er. Og svo þessi gauður er komin aftur í fangilsi Já, fyrir bara svona fyrir að snerta sig fyrir á leikskólalóði eða eitthvað. já, bara hræðilegt. Það var bara fucking, það var bara hræðilegt. Og svo bara bönnsæðis sem dudes voru bara hræðilegir. Ég bara svona fekk að heyra það seinna. Bara þetta er bara svona gett svona hræðilegt. gaurarnir sem þú varst einn með út í óbyggðum Já. miðanótt. Bara Og stundum alveg bara svona hægði það á trykkinum. Og ég bara svona fuck, hvað ég þarf að fara að sjúga þetta teipi. Eða veist, já, bara þarf að þurfa þess. Því vil ég það ekki. En ég bara svona Djöfull langar með það. ég var bara fuck, hvað þetta verður leiðilegt. Þetta verður över. Svona þetta fer aldrei. Já, þetta er svo að stoppa bíl og svona finnur fyrir því allan tímann. Ég var svona, þetta var svolítið svona æ, nei, hvað er að gerast? Og síðan heldur bara áfram sem þetta fyrir. Voru svona grilla í svona. Þessi gaurar hefðu samt geta farið bara svona að fróa sér og ég myndi ekkert geta gert neitt. Hvað ég segi, hei, stoppaðu bílinn upp á Holtavöru heiði eða eitthvað. Þú veist hvað, þessi gaurar hefðu svo auðvitað geta bara svona gert eitthvað hræðilegt. Já. Bara svona við sjálfan sig. Því ég held að þeir hafi verið það einir það lengi og þeir hafa ekkert vitað að ég væri þarna. Það er náttúrulega alveg bíluð einangrun. Biluð. Nei, þú veist, það er pælingin hjá mér, sko. Bara svona, hvað þú gefur svo fólki rödd sem er búið að vera eitt svona lengi. Svona búið að fá að gerjast. Svona heimildamynda síðan. Já, bara fullkomið fucking orð. Þetta er bara búið að svona gerjast ógeðslega lengi. Það var svona vel þroskaðan. Já. Finnir það og potar í Góða hann. árgerð. Oh my god. Hvað var næst? Já. Við vorum að tala um Tansaníu. Já, það var ekki komið meira en það. Ég held við höfum aldrei komið svona hjá Tansaníu. Skoti. Það er býtum. Það er alltaf æðislegt það sem er næst. Körubolti. Já. Áritaður af Michael Jordan. Frá hverju? Frá Madeleine Albright sem er US Secretary of State. Nú, eða var það þá? Var það þá. Og ég veit ekki alveg hvernig það má vera. Hún er sko fyrsta US Secretary of State bara ever held ég. Og ég veit bara ekki alveg hvernig það mátti. Eða, veist, ég veit alveg, hún má náttúrulega gera það sem hún vill. Já, En- þannig séð. En ég meina En hverjum, sem hvenar og veist, hverjum að hann gaf hún þetta? hún lítur að gefið afanum þetta ímyndaði mér. Það er En ég meina, En þú veist, hún er líka náttúrulega í Foreign Affairs er hennar, þú veist, skilur við. ég ímyndi mig til þess að eitthvað svona geta alveg verið
þú veist, Hún rétt. Hún er sko Hún hérna Já, það stóð in office nefnilega, ég bara eitthvað, hún sett frá 97 til 2001 var hún þú veist, Council of Foreign Affairs 97, hvenær var svona hæppoint hjá Michael Jordan í körfunni? Fyrir Space Jam. Það var alveg fyrir 97. Já, það ekki. 93, kannski 92 Já. fyrir það ég bara Hvenær er hann í hafnaboltanum? Það er góð spurning. Það var Það bara Það er alveg sitt. Það var, nei Ég held ekki, ég held að það hefur verið í svona 90 og eitthvað seint. Það var alveg Það ekki. Er hann er 54 ára. Michael Jordan? Já. Er hann ekki gamall og pappi? Já. Nei, hvaða mótil er hann? 63. Já, what? Ha? Er Michael Jordan og pappi jafn gamlir? Þú veit það fyndið. Ég held að Michael Jordan væri eldri en pappi. Já. Já, ég held það bara líka. Hann var náttúrulega mjög ungur þegar hann byrjaði í körfur, eða þú veist, var svona Já, superstar. Hann hefur verið bara svona 20 og eitthvað, skilur lítið. ég man ekki hvað gaurinn heitir. Það er eitthvað gaur sem bara svona var já fucking Bo Jackson, já. Hann var bara svona bestur í ruðningi, Já. amerísku bolta, og bestur í hafnabolta, Hann og, bara Það bæði. er hann ekki eini sem á championship ring Jú, úr báðum úr íþróttum? báðum íþróttum, já. Hann er sko já, hann er einu sem er all-star í báðum íþróttum og er eitthvað með, hann er með championship ring í báðum líka. Holy shit. Og það er ekkert djók, sko. Það er bara svona hversu styrlaður þarf það að vera. Þú veist, þú pælir í bara svona öllum bara svona mega talented íþróttamönnunum, bara svona sem að feila á hverju ári við að komast inn í bara svona atvinnu ruðning og komast inn í atvinnu hafnabolta, bara svona komast inn í það, og bara svona gæðin sem feila við að komast, þú veist, í topparáttu, Já, og síðan gæðin sem feila við það að vinna titil, já. og hann er búinn að gera þetta í báðum. Hvað samt hérna hvað stöðu spilaði hann Hann var sem sagt í rauninni? Var hann svona þriðji sparkari? hann var alveg með 141 home runs í Var hann hlaupari? já, hann er batting average 2,50. Hann er outfielder, designated hitter. Er hann bara allt þessi gaur? Í hafnaboltanum? Já, Já. Það stýrum í í rauning. ruðning. Hann var ég býtu hvað er erfitt að Raiders, Rust, total bla 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 lineback, nei, hann var ekki lineback, það meikar ekkert fucking sens, það meikar ekkert sens. Heila skaða í hafnaboltanum. Rust 2700 yards, 16 touchdowns with an average yards per carry 5,4 yards per carry. Hlaupari? Já. Já, Já, running back Jesus Christ maður, Jesus athlete. það er alveg ruglað, sko. Það er fucking brjálað. Það er svona, það er þessi myndbönd af 15 ára Mike Tyson. Já, Já, ekki tala um það hann maður. er eins og Það er- svona vöðvi, Hann er bara Svona svona, einn hann er vöðvi. svo górilla. það er bara, þú veist, hann lítur út eins og 4 fullorðnir karlmenn límdir saman og bara svona,
og hann er líka bara svona 15 ára, þú veist, myndbönd á honum að bara svona lemja fullorðna karlmenn Já. sem eru, þú veist, að berjast gegn því. Þeir eru með svona það motivation, bara svona það er fermingadrengur að lemja mig Og ég Ég vil þarf ekki að það sé að gerast ég þarf að gera allt sem ég get til að stoppa það, sko. Já. Og hann svona er samt bara Ég bara það er Sko, ég vil meina það ef að Mike Tyson hefði ekki verið svona klikkaður eins og hann var, ef hann hefði verið aðeins svona minna klikkaður, þá kannski mögulega hefði hann samt ekki verið jafn góður í bóksi, en ef hann hefði verið minna klikkaður og jafn svona góður hann var, þá væri hann svona langmesta íþróttalegend, bara barða íþrótta ever, sko. Þó hann sé mjög ofalega skilur núna, þá er það samt svona klikkaði effektur í honum sem er svona En það sé maður það með Floyd Mayweather, hann er eiginlega ekkert klikkaður á þennan hátt. hann er bara fucking heimskur. Hann er bara svona, ég held að hann sé meira bara svona slæmi gauð, sko. Ég held að hann sé bara mjög svona tómur í haust, hann væntanlega ekki, en ég meina hann er svona hann var alltaf bara tekinn þegar hann var 8 ára, bara settur í boxhanska og bara þetta er bara það sem við ætlum að kenna þér og gera þig góðan í. Já, það er náttúrulega, það er samt allt, ég bara, þetta er svo fyndið þetta dæmi, þetta Floyd Mayweather, Conor McGregor dót, þetta er bara svona. Við skulum ekkert ræða það, það er á laugardaginn. Það eru sko öll podcast hjá öllum fara út í það. Nei, ég bara segi þetta er svona, þetta er besti bóksari, defensive bóksari ég er glæðið alltaf tíma. Hann er ekki að fara að tapa. Nei. En ég vil samt svo að Conor McGregor sparkja á hann hausinu og bara svona nei, og svona reyna að líma hann aftur á svona nei, hættu eða svona eitthvað svona fáranlegt, það gerist bara eitthvað svona fáranlegt. Ég vil að hann ef hann býtur eyra þá eða ég vil bara Conor McGregor sko óvart róta hann, af því ég held að hann vilja alveg ekki róta hann, því hann flög með mér, ták hann í bakherbyggið og sagði þú fer niður í 3. lotu. Þetta var alveg þarna alveg, það getur ekki verið að þessi maður sé að fara að semja við neitt annað en 50-0 ekki, eða 51-0 heldur en 51 skilurðu. Hann var bara 50 bara dagir náttúrulega. 49-0. Já, 49-0. Ég meina, hann er ekki að vera með 49-1 og hætta svo. Það er bara ekki séns. Hann líka ekki að fara að tapa fyrir gæja með enga atvinnu bóksbardaga og halda áfram. Það er, þú veist, þetta er seinasti hvernig sem það fyrir. En þú veist, líka, þú veist, hann er að fara að sexfalda aðlögunum sína á Conor McGregor. Hann er búinn á því, basically. Þú veist hvað, er hann að tapa? Ekki nema hann degi. Já, þú veist, er hann að tapa? Nei. Hann er ekki að tapa neinu. Þó hann tapi, þá tapar hann ekkert. Hann líka, þú veist, Conor McGregor er búinn að tapa á þér. Já. Þannig, þetta er bara tap. Já. Og líka, þú veist, og líka í íþróttinni sem hann er ekki að keppi. Og líka svona, ég þarf bara að vera hérna í 12 lótur. Það má ekki sparki í mig, það má ekki svona olboga nefið á mér. Og þú veist, það má ekki svona. Þetta er það kósi fyrir hann. Það er bara ekki svona. Með gett stóra hanska. Og hann er ekki inn í svona 2 metra rimlum. Svona, the human holocaust. Ok, sorry, það er versta glímunafni heim. Sorry, er það sko, ok, tölum frekar Hei, hvað var samt hann að Chris Brown bardagan? Það er eftir því sem ég best veit. Er það á hann eða? Vegna þess að ég kýs að vita ekki betur. Hvað, Chris Brown Rihanna? Nei. Hann er búinn. Hann er búinn. Sem sagt, Chris Brown Soulja Boy. Já. Það var að fara að vera. Í alveg? Það gæti samt verið að það eru hætt við eftir Mayweather McGregor. Af því að þeir voru ekki svona staðista fríksjóið í gangi. Já, ekki nema það væri geggja og það væri á sama karti. Það væri co-main event. Ég myndi eyða öllum peningunum í þetta.
Það er geðveikt Ég er svo mikið að fara að horfa á þetta samt. Já, við erum bara að horfa á þetta. Það er ekki fucking spurning, sko. En þú veist, getur við samt talað motherfucking mest spennandi mann í bóksi í dag. Fucking ever. Fucking Slaviar. Lomachenko. Fucking Slaviar. Vasil Lomachenko. Hann er eitthvað svona... Hefur síðan að gauð bóksa? Já. Hann er eitthvað frík. Þetta er eitthvað frík, sko. Það hreyfir sig enginn svona. Það er svona fucking Matrix-rugl eitthvað. Hann hreyfir sig ekki. Það hreyfir sig enginn svona. Það er það sem að tekur mest eftir í honum. Hvernig hann er að stíga og svona. Það er enginn sem er að gera það. Ekki neinn. Svo við sörklum aftur í hina vitli svona. Já. Hann kollaði út McGregor í MMA-bardaga. Hver? Lomachenko. Nei. Lomachenko er nefnilega, hann var þegar hann var krakki, þá var hann, þú veist, í einhverjum svona sambó-rugli. Já. Það eru bara svona myndbönd af svona Já. 12 ára honum Aha. og svona kasta öðrum Það 12 sést ára. líka svo Mandingo. mikið á box Svona Mandingo hreyfingunum hans. fighting. Já. Það sé svo mikið á box-hreyfingunum hans að hann hefur verið í ykkur svona. Já, þú veist, hugsaðu þér bara að þú tekur eitthvað svona sem hreyfir sig svona og setur hann í boxring. En þú veist, þetta samt, hans svona moment, það gerir mig aðeins meira spenntari fyrir sko Mayweather McGregor bardaganum, af því að þetta er meira svona mixed martial arts hreyfingar hjá Lomachenko, skilur Af því þú ert að verja það frá spörkum, og höggum, roundhouse-kick. Þú við erum þarft að hreyfa það allt öðru. við erum að tala að dudes sem er að keppa á móti Lomachenko í boxi, þeir vita ekkert hvað er í gangi. Nei, þeir eru eins og gaurinn bara, ég vil hætta. Já. Ég vil- Það var fucking titilbardagi, sko. Titilbardagi, best, featherweight champion Vafbi og World Boxing event, World Boxing Organization featherweight bardagi held ég, og hann bara ég vil hætta. Ég vil hætta þessum bardaga. Það var hringt út lótin og hann bara svona, nei, ekki meira. Hann bara, ég get ekki meira. Þetta þótt þessi titilbardagi, ég er bestur í heimi, ég get ekki meira gegn þessum manni. Pældi hvað það er líka ömulegt að bara svona þú sérð það er ekkert. Já. Þú átt engan fræðilegan séns. Svona, ég er ekki að fara að vinna, ég er að fara að tapa, ég er En- búinn að tapa þessum bardaga. Við erum að fara að sjá samt 2 menn með rugluð eftirnöfn fara að berjast. Því hann er að fara að keppa núna fyrir 2017 titilinn Lomachenko gegn Rigondeaux. Já, Hann er líka Guillermo Rigondeaux, sem er líka svona hann er jafn stektur bara í svona grillað hreyfinga eitthvað, skilurðu. það er Þetta er svo, líka svona, ég veit nánast ekkert um box nema Nei. bara svona það sem ég sé svona highlight-vídeó á YouTube Já, ég og svona það er bara svona, það eru bara þeir tveir. einmitt eina sem ég veit um box er bara frá Arnóri. Shoutout to Arnór Már, skilurðu. Shoutout. Já, þú veist, Shout out. þegar ég prófaði einu svona að boxa á hann, það var ræðilegt, ekki gera það. Ég hef einu sinni prófað að boxa bara á ævi minni og það var, þá vorum við með svona, það var alltaf hana upp í fjölbyrðu svona vistarbox sem menn voru svona að berja hvernig annan inn í herbyggi hjá okkur á vistinni. Já. En við fórum einu svona í þannig niður í íþróttahúsi, bara inn í speglasalnum. Já. Ég fór í box við Reyni Hauks og þetta var, þú veist, hann var ekki svona hipster gítarleikari þá, hann var svona spýthaus. Sorry. Hann var ekki spýthaus, hann var spýthaus. Hann var með brjáluð viðbröð. Nei, þú veist, hann var alveg svona, þú veist, var líka alltaf að borða kreatinu í rektinu og svona, var í góðu formi. Og þú veist, þetta er bara það erfiðasta sem ég hef gert á ævi minni. Þú veist, ég fór í mýraboltan og það var fucking erfiðasta sem ég hef gert. Nei, þetta var miklu erfiðara sem svona box. Þú veist, maður hugsa bara eitthvað, þetta er ekki mál maður. Já, þetta er bara Það var einhvern veginn allir vöðvar í Já, líkamanum. þú þarft að vera allur, þú ert einhvern veginn uppspenntur Já, það var alltaf. bara svona sjálfkrafa, voru allir vöðvar í líkamanum að gera eitthvað. Já. Og ég var svona, nei, Ég man, en ég náttúrulega var í engu formi, þannig að ég tapaði líka. Já. Ég var æfði box í alveg nokkra mánuði. Já.
svo maður svona lærði alveg svona stöðunar, skilur hvernig þú tegir og króka og franskan og bandarískan krók og blablabla, eitthvað svona skilur svo maður svona skilur þetta alveg svona aðeins en það, því ég horfa á Lomachenko og þá er ég bara svona, þetta er allt annað þetta er eitthvað fucking, hann er að beygja sig og eitthvað, sem hann gerir aldrei og eitthvað svona, allt í henni var svona hliðin á gurnum og svona kílan í eil, eitthvað maður bara, hæ? en ég sparraði einu sinni bara svona full on við dude, ég held að það var Arnór sko ég alveg vissum að það var hann er svona 2-3-faldur Íslandsmeistar og ég búið að segja eitthvað ég bara svona, ok og byrjaði að killa mig út í hóðn eitthvað, er ég svona náði einu huggi og ég svona, ok, þetta er alveg hægt svo bara svona, nei þetta er ekki hægt nei, þetta er ekki hægt ég er að deyja og ég held bara ég myndi deyja og bara svona Við erum líka að sjáta þetta á Villabox. Jú, takkur. Hann er svo topp náungi. Djúvill er það góður. Hver? Villabox. Já. Reykjum nefnilega mistina. Ég fór legend. Ég líka svona æfði Muay Thai í einhverja 2 mánuði eitthvað og á fyrstu æfingunni þá bara svona var ég eins líkamlega þreyttur. Já. Og ég bara svona vissi ekki að það væri hægt að verða svona þreyttur. Já. Akkur er maður svona ekki að gera það? Þetta er það sem ég hrættastu við að fara að æfa eitthvað er að ég er svo hrættur að ég eigi eftir að deyja á fyrstu. Já. Ég er seriously bara svona hrættur að deyja á fyrstu æfingunni. Ég líka sko, þú veist, við vorum að sparka í einhver svona púða eitthvað stuðu þarna og maður er bara svona, þú veist, korter eftir æfingun maður er bara svona, þú veist, farin að sjá vitlaust bara af því að maður er búinn, það er engin orka til að sjá lengur. Og síðan segir gæri svona, ok, við ætlum að enda æfingunni smá þreki. Já. Það er bara svona, hvað voru að gera í 45 mínútur? Hvað var það? Var það bara svona, eitthvað svona flip? Og síðan bara svona, er bara svona dauði í 15 mínútur. Og ég fer í sturtu og fer inn í bíl og leiðinni heim, ég bara svona keyrði yfir rautt ljós. Ég bara svona sá rautt ljós og bara keyrði beint yfir það og fattaði sér bara svona, ég var að strauja gennum rautt ljós. Og það var bara svona, það var engin viðbrögð við því. Þetta er svo grillað, þetta er svo fucking grillað. Ég var líka svona æfingar sem maður var að gera, var eitthvað svona fáránlegt, skilur. Og maður taka arbegur og taka bönnsarbegjum og hvað, ég bara svona, ok, fucking arbegur, fuck that, fucking handa arbegur. Svo var eitthvað svona, já, og núna það fara arbegjum og hlaupa í svona ringi og grípa í hendinu og reyna að jánka niður. Ói, ég nenni því svo lítið. Ef þú myndi segja mér að gera þetta núna, já. Ég myndi berja þig. Já. En líka, ég er náttúrulega æfði hérna parkour líka. Það er Þú ert líka fimleikaþjálfari. Já, ég er löggiltur fimleikaþjálfari. Ha? Ég er með skjölin uppi, ég er löggiltur sko. Ég átti minn eigin flokk í fimleikum, ég þjálfaði hann 8-12 ára. Það er líka svona besti hluturinn til að vera þjálfari. Já. Ógeðslega næs að henda krökkum í hringi. Það er bara geðveikt. Þetta er samt svo fyndið svona skjal til að eiga. Ég veit það, þetta er svo gott skjal til að eiga samt. Ég er svo gladur að eiga þetta. Og þarna verðlaunin frá Háskóla Íslands. Þarna ungir vísindamenn, svona Evrópukeppni í ungri vísindamanna. Já. Þetta er sérst í 3. sæti í Háskóla Íslands í því. Og við hliðina á því er fimleikaþjálfara shitið mitt. Og ég svona, ég vil safna svona shitið upp á vegg. Allavega, það er eitthvað sem ég ætla að fara út í by the way. Þarna fimleikaþjálfara shitið. Ok, ég svo þetta var í parkour og það var svona viðbjóður, svona eitthvað bjarnægöngur, eitthvað, síðan labba í arbegjum og síðan labba og taka arbegjum ykkur einsaskriði og taka cross arbegjum svona með löppina og njánum og taka svo eitthvað svona upp, eitthvað og svo svona, ef það gera það ekki allir, ef það fara ekki allir yfir og detti niður, þá þurfum við að byrja upp nýtt. Og bara svona, þurftum að gera þetta ógeðslótt því að einhver svona fólk bara svona byrja að nötra á datt. Og ég bara svona fór inn á bað og ældi og fór svo aftur og hélt bara fram. En síðan var ég var alveg komin í gott form á endanum sko. Og alveg bara svona, ok, þetta er nýtt.
og ég hætti þegar ég náði að hlaupa upp vegg og taka afturbak hellistökk, því það er allt sem ég vildi gera. Það er eina sem ég vildi gera einhvern veginn í lífinu. Öskraður á meðan svona Parkour! Já, mér langaði bara að gera það. En þú veist, það var svona þríhyrningslaga plastgaur, svo gott grip og svona. Ég bara hljóp upp, tók eitt hellistökk, lent á báðum löpum og bara, núna er ég hættur. Bye. Því ef ég held áfram og reyna eitthvað annað sétt, þá mun ég brjóta hálsinn og deyja. Nei, þú veist, ég bara, þetta er það svalasta sem ég mun einhvern tímann gera í þessu, sérstaklega. Because I'm smart. Já. Svo fóru við stundum ofan á það sem fyrir ofan rimlana. Já, þannig að sillan. Já, hann sillan í íþróttahúsinu og hann taka svona afturbak heljarskar fram að því. Það er svo ekki góð hugmynd. Það er svo vond hugmynd. En sem sagt já, að það fimmleikaþjálfari sýtti á svona intensive kúrs sem ég ætla að taka líka og eitthvað svona til að fá svona alveg svona löggilt, skiljur. Shitið sem var að segja okkur var svona sem þú þurftir að segja. Já, en ég veit ekki alveg okkur þú þurftir að segja. Bara já, við kennum náttúrulega bara börnum bara eins og við kennum eðlilegum börnum bara, við bara reyna að hvetja það áfram og þetta er gott fyrir þau, bla bla bla, og notum ekki svona sovjaskar aðferðir við þetta og ég bara eitthvað, ekki íta til dæmis eða í splitti og svona ekki íta á axlina á þeim þangað til að fara að gráta og ég bara svona og ekki lemja börnin og ég eitthvað svona og voru svona ykkur sem svona það er ég farið svo bara svona eitthvað svona ekki taka í klofin á þeim og ekki koma við þau svoleiðis en ég er svona ég man líka alveg eftir að ég hafa gripið 9 ára stelpu skilurðu svona eiginlegum klofið og það var ekkert fáránlegt ef hún var að koma úr afturbak heljarstökki á með atrennu það bara gerðist eða grípi í rassinn á okkurum það er ekkert eitthvað það bara gerist já ég meina það er bara það það er bara það er ekkert annað og mér fannst það var svo margt sem var svona að segja ég svona en má það ekki bara vera það eða má það ekki bara vera það sem hluturinn er í staðan fyrir að svona planta því í hausinn á sér og það ógeð verður líka svo hræðilegt þú veist að vera að fara að grípa manneskinu og fara að hugsa þetta nákvæmlega þú hálsbrotnaður að því að það er ekki að grípa í píkuna þér það er það sem ég er að segja í alvörunni ef þú ert að fá okkur mannesku hlaupandi fullspýtina niður braut að taka 2 handalöp og síðan hoppa aftur baka listök og þú eitthvað svona húp þú veist og brýtur á sér hálsinn og deyr og þú bara eitthvað svona betra en að vera perri ég er allavega ekki pervert það er svona þú þarft að hlaupa niður Akkur? kæristæðin þarf að fara á klostið já, ég var að fá skilabóð já, bara núna hlöfti niður, þú þarf að pissa já, ég ætla að býta aðeins nei, býtu þú ferði ekkert á sama tíma jú, ég ætla bara að hlaupa það niður ég er samt ennþá hérna þannig að já, Þór er ekki að fara þannig að þetta er lagi ég er hér ég bara langaði að prófa að tala í almennilegan mikrofón þetta er því að það heyrist aðeins öðru í tíma þetta er betra þetta er aðeins betra ég ætla líka að fá með svona mikrofón Anna líka með svona að grípa í börn já svona að það er að því að náttúrulega börn eru ekki kynverur nei, börn eru börn já, þannig að það víst börn eru ekki eða hún og hann eða nei, börn eru bara börn það er bara svona, þú veist, einhvers konar halakarta já, einhvers konar hryggleysingja sæbjúa jú rugl eitthvað það er svona, þú veist, fyrir 99,999% af fólki í heiminum já. þá þurfa þau ekki að pæla í því að svona kynngera börn ekki nei það er bara eitthvað sem gerist ekki aldrei nei og svona fyrir þetta svona 0,0001% sem gera það já. að þá getur ekkert sagt þeim að gera það ekki nei, því það er bara það er svona, ó, á ég ekki að gera það sorry, bye eða veist, þetta er bara svo, þetta er svona ekki láta mig hugsa tvisvar líka þetta er svo, að því það er mikilvægast parturinn er að þú ert
að passa að manneskjan sem er að fljúga í hringi drepist ekki. Já. Ekki láta mig hugsa neitt annað en að þú sért að passa að manneskjan sem er að fljúga í hringi drepist ekki. Já, það er svona En hvað ef fólk hugsar þetta eitthvað. Það myndi mamma að halda. Þú veist ha? En síðan það var bara svona margt svona sem var svona leið svona svolítið eins og það þurfti svona í samningnum þeirra kom svona og ekki gleyma að segja þú veist, ekki gleyma að taka þetta fram. Já. En já, mér fannst það mjög svona ok. Það er Á meðan því, já. Þetta er svona eins og með, þú veist, eins og með brennuvarga. Já. Þú veist, það er bara svona fólk sem bara svona kveikir í hlutum. Bara finnur bara fyrir, það er bara þeirra passion í lífinu að brenna hluti. Og það er bara svona 99,9% af fólki finnur enga sérstaklega löngun til að kveika í húsum þegar þú sérðu þig. Nei. Og svona það þarf ekki að brýna það sérstaklega fyrir heilbrigðu fyrir, fólki. fyrir restina okkur. Við þurfum ekkert eitthvað svona að vera ámynd um það að vera ekki brennur hús. Eða Svona ekkert, nei. Það bara kvaldrar aldrei að mér. Það bara Ekki fyrir þú myndist á það. Nú er þetta skrítið. Já, mér finnst þetta oft gera það. Mér finnst oft eitthvað svona byrja að tala um eitthvað svona það er svo perralegt. En ég svona, nei, það er perralegt að detta það í hug er pínu fucked up. Það var eitthvað um daginn sem var alveg bara svona einmitt eitthvað svona ekki, það er svo eitthvað það skilur það eitthvað svona það er hljómar þetta frekar perralega. já, þetta áttur bara ekki hljóma svona þetta áttur hljóma allt öðruvísi en eitthvað svona ekki segja þetta eitthvað að því nei, ég veit ekki, þú skilur hvað ég meina vera svona talum ekki kynngera börnin með þessu en ég bara svona það datt engum það í hug Já. fyrir þú sagðir þetta Já. þannig þú ert bara að gera það sem þú ert að segja mér að gera ekki. Mann setur hann að blátt áfram auðlýsingunni það sem voru bara svona börn að horfa í myndavél að segja bara ekki ríða mér eða eitthvað. Það er Sorry, bara svona, nei, þetta hljómar hræðilega en það var bara það. það var bara það Það var bara nákvæmlega það. og þú veist, það var bara svona í sjónvarpinu klukkan 9 á kvöldin Og þetta var ekkert ég veit ekki alveg hvað hver á markhópurinn svona, hverja já, hvaða mannesk hvað átti þetta að gera? Átti þetta að láta okkur hugsa bara ok, honestly, hvað átti þetta að láta okkur hugsa? Bara eitthvað, það er hæðilegt auðvitað það þarf ekki að koma því meira til skila ég man svo vel eftir þessu maður eitthvað, já pabbi ekki ríða mér þetta var eitthvað svona alveg brútal nei ekki koma við píkun á mér það má enginn vera góðu við pjöllun á mér þetta var eitthvað svona já, eitthvað svona bara eitthvað svona þarna sem var bara mjög skrítið að heyra 9 ára band segja og ég veit, þú veist, auðvitað líður illa auðvitað ertu bara svona sérna þú veist pointi með þessu að þú veist svona, það geti ekki niður sem er þú veist svona skiljanlegt point við þetta já. En þú veist, er þetta approachið? Nei það er bara, nei ég sé það ekki að það sé gott þú veist, ég meina og fólki sem er að gera það á það eitthvað svona, það er ef þú ert það fucked up þá ert ekkert bara eitthvað horfa sjónvarpið klukkan 9 og bara svona þetta er kannski pínu þetta er kannski pínu fucked up ég ætti kannski ekki að vera að gera þetta þetta er mjög dark podcast við djúvill eru búin að tala um hræðilega hluti þetta er bara búin að skelfilegt eða þú veist en samt svona rest sem er mjög fucked já, við kannski svona næsta podcast eru svona aðeins að setja kannski hendum inn hérna styrlaðar staðrend já hljómsveitin Pink Floyd hét einu sinni Megadeth sem er bara það er svo fucking grillað það er bara frábært það er virkilega steikt og það er hafa komið fram sem Megadeth það sá einhver Pink Floyd stíga á svið og segja við erum hljómsveitin Megadeth við ætlum að spila nokkuð lög
þú veist og þess að fyndi, já eins og þú sagðir bara svona hljómsveitin Megadeth ekki tengt, bara ótengt. bara ekki neitt. Oh my fucking god, við vorum að tala áðan svona einmitt, þetta er svona í framhaldi að þessu við vorum að tala eitthvað svona finna faktorpluti í hlutum sem ekki þurfum ekki að vera svona metallög 80 eitthvað Tipper Gore, eiginkonans Al Gore hún var bara fremst í þessari fylkingu svona Moms Against the Metal eitthvað finnst þú ógeðslega fyndið það er heimildamynd Headbanger held ég hún heiti Headbanger Metalhead A Headbanger's Journey held ég hún heiti Sam Baker held ég að gera þannig og það er atriði þar sem söngvarinn í Twisted Sister er í réttasal með Tipper Gore sem er að reyna að banna lögin hans í útvarpi og hann er alltaf ekki málaður eins og kona túbura hár heldur bara mætir bara í snesi fokkin jakkafutum ver sjálfan sig og er bara eitthvað já þið sérstu voru að tala lagið þarna Under the Knife þau líktu því við einhver svona satanísk ritual og skera börn og hræðilegt eitthvað þetta er lag sem ég samti nýjaðgerð sem ég fór í ég var svolítið hræddur fyrir hann og leiði svolítið illa á hann jáp þetta er bara það þetta er ekki það sem hvað sem þú ert að fucking hugsa og hann svona tók það point svona ég veit ekki hvað er ekki reyðist að þér en og síðan bara já ég er bara mjög ábyrgðasamur pappi og ég bara passa mig mjög mikið á því að börnin mín sé ekki exposed eða eitthvað svona ræðilu eins og þú veist eitthvað og svona ég bara svona fuck hann gróf þessa konu sko og það var ekki eins og Black Sabbath Killing Yourself to Live já það verður að segja að börnum að drepa sig ég svona nei það er bara verið að segja að ekki nota heroin því það er bara þú ert hægt að rólega að drepa þig til að halda að lifandi og bara svona textin er bara svo fucking einfaldur þetta er bara mjög basic bara eitthvað look at the world, what do you see pain, death and misery það er mjög erfitt að halda sér glöðum í þessum heimi en ekki fara ég til please þetta er bara svona þetta er svona takk svona straight edge rock þetta er bara svona þetta er vegan Ossi bara þú veist þetta er þar það er svo mörg svona lög sem voru bara eitthvað þetta er ekki það þetta er allt annað og þetta er bara svona jákvæður hlutur þannig séð því þetta er bara gett svona blunt svona leið til að segja að það er ekki að vera fíl já og mér finnst það geðið lag sko fucking geðið lag geðið plata en ég slíka geðið Frank Zappa við mikið já í svona fucking Frank Zappa maður þessu batli sem er svo fyndið sko þegar þú tekur svona thrash-metal texta já og þú veist það og allir satan, morfana og síðan svona Frank Zappa sem er eitthvað svona potato salad potato salad eitthvað dub svona eins og stendur áttan á blöðun hans eitthvað keyboards John guitar Frank and a shitload of dub það bara stendur bara aftan á fucking blöðun hann mér finnst það geðveikt þú veist Studio Tan versus eitthvað Gallery of Suicide eitthvað ég er að segja þetta bara svona já síðan svona ég held að þetta sé meira út af því svona hann var samt bara svo out there já ég held að það sé meira bara þú veist ég held að það sé meira útsetningin á lögunum hans heldur en textin sem er svona að bugga fólk en síðan oh my god vorum að tala um daginn bara svona klassískir tónlistamenn Mozart og svona þetta voru fucking punkarar þetta voru sko bara punkarar síns tíma Mozart var fucking hann var fucking weirdo skilur hann var fucking perralaugkall skýtingur
svo bréfin hans bara þú getur lesið bréfin hans í dag og þú bara svona ok, og það er náttúrulega til lög fyrir það eru til á YouTube eða leitið af Lech mich im Arsch með Mozart eða Sleikt á mér raskatið og það er til í kórútgáfum sko Lech mich im Arsch eitthvað svona hann var bara svona kúkakall hann elskaði bara að borða kúk og Nei, jú, hann bara fílaði það í botn það er og bara skett og fæl og það er staðrind og eitthvað svona sleikt á mér raskatið og sjáðu það springa framan í þig það er bara textin og það er svona heilar kórútgáfur sem eru spilaðar í Vín fyrir framan milljón mæringa og mér finnst það ógeðslega fyndið því hversu mikill pönkari ertu samt að svona 500 árum setna eru ykkur milljónamæringar að hlusta á þig syngja að borða kúk þú veist Það er mjög finnst þér það ég ímynda mér samt að Sid Vicious hafi farið aftur í tíman og þetta sé breytt tímalína Það er mjög líklegt Gigi Allen, þetta er fucking Gigi Allen fór að byggði tímavél fer aftur í tíman tekur við af Mozart og bara þykist þér af Mozart er að semja lög kúk og hvað hann elskar mikið slætar því inn svona já, svona elskar hvað hann elskar mikið að borða kúk og lemja sig á sviði og fara í sleiku alla með kúk upp hér sem bókstaflega en það ég held við séum að lifa í alternate universe af okkar universe skilur Það er mjög líklegt sko Já. Það er líka önnur svona sem að mér var sagt Mozart af svona sem ég hef af Beethoven já. af hinum Við hittumst á förnum vegi jú. er svona sagt af manni sem ég tek mjög mikið kredit fyrir að hafa sagt þetta en þú veist ég er reynd að googla þess og ég fann ekkert þetta en hann sagði mér sem sagt að ég myndi taka bara mannesku þau 18 ára bara komið starfsaldur og situr nú bara í vinnu frá 9-5 við að afrita sinfónýr frá Mozart bara svona að sitja og skrifa nótuna sem hann samdi þanga til hann deyr þegar hann eitthvað 30 eitthvað þryggja bara að segja það að þá myndur ekki ná á starfsæfinni að afrita það sem hann samdi það er alveg satt og maður er að sjá svona hann er náttúrulega Mozart samt þetta er rugl sko. það er alltaf svona einn gaur maður er alltaf svona einn gaur sem er betur en allir hinnir hann samti svona 19 ég man ekki hvað maður 25 sinfoníur eða eitthvað og síðan Beethoven svona 9 hann var svona lengst yfir alltaf hérna og við erum að tala svona sinfoníu nummer 9 opus 26 svíta 5 og þetta er bara þetta eru 20 klukkutíma skilur af tónlist hvað og líka útsett fyrir þú veist heila sinfóníuljónsveit fyrir heila sinfóníuljónsveit fyrir kóra og fyrir þú veist whatever það er bara svona ég hef spilað í svona ung sinfóníu drasslkjaftaði eitthvað þar sem er svona krakkar að spila illa á hljóðfæri svona fyrir tónlistakennara sem að þola það ekki og það er bara svona þú veist bunkanir af nótum sem hann færð fyrir eitthvað svona ömulega Vesturlands krakkasinfoníu til að þú veist svona skríða gegnum eina tónleika fyrir foreldra það er bara þú veist sko magnið af tíma bara svona mannlegum tíma sem fyrir að læra þetta er sturlun og það er bara einhver einn gæi sem bara svona gubbar þessu út úr sér og fer síðan og skrifar ástabrifum kúk skil ekki hvernig má það vera líka hvernig má það vera að segja samanmanneskjan og Mozart var eitthvað svona 9. barnið frá mömmu sinni og öll börnin undan voru eitthvað svona ekki með hendur og eitthvað svona pínu fucked up skilur og hann var náttúrulega heyrnalaus eða eitthvað og blindur og eitthvað fáranætt skilur en það er ein fyrst þú sagðir spila ömulega tónlist það er til sinfónía hljómsveit sem er all hljómsveitarmeðlimir sem hafa aldrei spilað á hljóðfæri og ég get spilað það fyrir þig Brian Eno var hljómsveitarstjórinn þeirra
og þeir eru til á vínil, ég skal spila þetta á meðan við tölum þetta, en þetta er geðveikt. Það hljómar Þetta er rugglað, býtu. mjög mikið Brian Eno rugl. Brian er nú náttúrulega bara algjör snillíkur sko. En já, við heyrum þetta náttúrulega bara, en við getum alveg rætt þetta á meðan. Þeir heita sem sagt Portsmouth Sinfonia. Ég skal bara spila nokkur lögina á meðan við tölum þetta. Tökum hittar hana. Also sprach Sara Thustra, sem er náttúrulega gert mjög frægt í 2001 Space Odyssey. Og það er svona, er ekki alveg að spila nógu fast líka. Þetta er Þú veist, Þetta er samt, þú veist. þeir eru alveg að ná þessu. Þú veist, að þetta sé þekkjanlegt er bara svona ákveðið afrek. Magnað. Algjörlega magnað að þú vindir einu sinni. Hvað? Ég er að sýna honum Portsmouth Sinfonia, sinfoníuhljómsveitin sem allir höfðu ekki spilað á hljóðfæri áður. Og Brian Eno var hljómsveitastjórinn sem er frekar grillað. Ég mist það nú bara gott. Já, en þú veist, Hvað voru við lengi að æfa sig? það hlýtur nú að vera eitthvað svona smá tíma. Þau líta heldur ekki að vera erfið áfyrir. Þú ert með, þú veist, symfóniljósið. Það sem að dæmið er að það kann enginn hljóðfærið. En hún þarf samt að æfa þetta soldið. Hvenær ertu komin í, þú veist, hvenær verður þetta of gott? Já, Og það segir bara, ok, við þurfum að taka þetta upp núna að þetta er akkurat þekkjanlegt og nógu lélegt. þetta er svo allir séu ógeðslega þunnir og svona ekki alveg tilbúinir í þetta bara almennt. Það er svo allir hafa verið að múta á einhverju Já. og hafa verið svo reynd að spila. Séu bara svona starandi út í loftið svona. Þetta er svona eins og eitthvað svona málverk eftir Salvador Dali útgáfan af sinfoníunni. Fólk verður bara að fara og hlusta á þetta sjálft, af því ég mæli bara með öllum að þeir það er líka, þú veist, þetta er alveg, Er þetta nú Spotify nokkuð? þetta er á YouTube Já. og þetta er til heil plata sko. Og þetta er svona allt aðeins og hægt, svona aðeins of lágt, aðeins of lítið kraftur í öllu. En já, William Tell Overtures erum við að hlusta á núna. Ég held að ef það er ykkur ennþá að hlusta þá er það múið slekka. Já, við erum ekki búin að segja neitt í svona korter. Ekki hætti að spila svona vídeo sem að fólk heyrir ekki. Já, en ég mæli með að allir fari á YouTube og leita á Portsmouth Sinfonia. Sko, Við vorum sérst að tala um Bergur. en sonu minn hann var vaknaður Já, og hann er búinn að vera vakandi síðan ég fór upp að taka podcast. ei, það er Hvað er það langur tími? Við vorum næstuði búnir með
trakkið, lengdina á trakkinu í forritinu. Við vorum næstu komin á endan á því. Og hvað? Eða, þú veist, trakkið bara, þú veist, Og hvað þá? það er ennþá að taka upp. En við vorum næstu komin á endan. Já. Hvar erum við þá núna? Ég lengdi það bara meira, ég gerði bara meira pláss fyrir upptöku. Já, ok. Ég sérst var að segja við Dóta, við lifum í alternate universe af universeum okkar, þar sem Gigi Allen fór í tímavél, fór aftur í tíman, drapi Mozart og skrifaði bara svo lögum sem eru bara það að borða kúk. Já, ég veit það. Og þú veist, það er bara Hvað heitir þetta lag hérna? bara, þú veist, það er bara það, heimurinn. Já. Sleikta mér raskatið. Bara, ég var líka að segja við hann, hversu mikið punk er það að semja lag að borða kúk og sleikja raskut bara til að 500 árum setna eða eitthvað, þú veist, einhverjum mörg 100 árum setna, að einhverju bönsa milljónamenningum í Vín er að hlusta á lagið þitt að borða kúk og vera bara eitthvað, djúvill erum við fín, djúvill erum við flott. En ég meina, var ekki fínt fólk í Vín að hlusta á það bara 100 árum eftir? Jú, ég er bara að segja, þú veist, það sem fyndið, þú veist, í dag ennþá. En þetta, þú veist, allavega einhverjir af þessum svona klassísku gaurum, þeir eru víst alveg svona þetta var talið svona Punk, já, bara, þú veist, af það svona var barrockið. af eldra fólki og svona, þú veist, þá er þetta bara svona, hvað er að þessu fólki, hvað er að Já. þessum unglingum að hlusta á hann viðbjóð? Og í síðan verður svona ógeðslega stóri salir í framtíðinni þar sem allir er að hlusta á Megadeth, Ó, já. skilurðu? Pink Floyd? Við vorum að tala um þetta. Eða, þú veist, er eitthvað svona að hlusta á Cannibal Corpse, eitthvað svona í fínum fötum. Nei, þau eru að hlusta á eitthvað svona popkultúr viðbjóð. Svona, þú veist, þau eru að hlusta á eitthvað svona, En ertu ekki að hlusta á okkur sem eru núna í dag eitthvað svona, hvað er að þeim? jú, hvað er að þessum unglingum í dag að vera að hlusta Já, á? oi, það hljómar ömurlega. Það hljómar ekki að vel. Já, þú veist, allt unga fólkið í hérna rókókó kjólunum sínum, svona málaði svona hvíti framann, það var svona, sjá þessa unglinga, sjáðu þessa unglinga hana, alveg eins og fíbl, hlustandi á eitthvað Mozart, Eitthvað Mozart. Ói, bara. Ekkert art í þessu, nei. lög sem fjallum að borða kúk. Eitt samt sem er Let me get that pussy wet. Það er lust á það í framtíðinni. Oh girl, like the body sweat. I wanna get that motherfucking pussy wet. Hvað heitir lagið aftur? Play eða eitthvað. Come play with it, come on. Það er, lagið er í þessum háva, bara þessari tónaði bara eitthvað. Let me get that pussy wet. Oh girl, yeah, let me Hann mætti í stúdíóið og var bara, girl. Hvað er hækkaði í mikrofónu mínum? Nei, mikið meira. I wanna see your drip sweat. Mikið meira. Mikið nær. Mikið nær. Work that clit, come girl. Þetta hljómar eins og sem að djóka með lag. Þetta hljómar eins og tvíhöfðu hafið samið eitthvað. Nei. Þetta er bara lag. Komlega að meina þetta þessu gaur. Já. Það er já. Það er mitt. Já. Það er Nelly. Nei, sko. reyndar ekki, sko. Þetta er hérna, hvað er þetta eitthvað? Ken Greg Ken Greg. Pussy wet. Það mun ekki koma neinum góðum hlutum á Google. Pussy wet. Það heitir Play, þetta lag. Já, play. Og ít og play.
okkur við Þetta er mjög skrítið. Já, Voruð þið búnir að fara yfir listan? David Banner. David Banner, heitir hann það? Hann heitir David Banner. Það hljómar ekki eins og Það hljómar eins og eitthvað svona, hann hafi verið á internetinu að reyna að googla nöfn svona í name generator og síðan hafi svona séð Banner fyrir ofan það, fyrir eitthvað annað og svona, ég kalla hann bara David Banner. Come girl, I'm trying to get your pussy wet. Work that, let me see you drip sweat. Come girl, I'm trying to get your pussy wet. Það svo textin. Ok, eitt sem ég langar að vita. Hann er að segja henni að fá það og hann er... Fuck your pussy. Nei, Ok, ég ætla ekki að syngja þetta byrju, sorry. áður en þú segir, þú mátt alveg syngja þetta en bara áður en þú segir það. Hann er að tala um, hann er að segja gælunni að fá það. Til En svo að hann er hann að geti, tala um að hann sé að reyna að bleita upp í henni. já, Þetta er eitthvað pínu off hjá hann. já, það er Mér finnst það. já, þú veist, Já. væntanlega. Það er væntanlega ekki, Ég held að hann kunni bara ekki. eins og þú sagðir, þessi Já. gaur hefur ekki sofið sængað hjá ever í lífi sínu. Rós. Bara ever. Hann er aldrei nokkuð tíman sett til að ná sér inn í neina af þessum konum. David Banner. David Banner. Þekktur óríðari. Já, Núna Algjörlega óríðin. sér þú ekki á tölvuskjáðum Bergur? Nei, jú, ég sé það. þegar ég googlaði play get pussy wet, Þetta er official tónlistamindbandi. þetta er official tónlistamindbandi sem við erum að horfa á þetta. Kom. Það er bara svona mjög illa upptekið myndband af klofi. Ég sé það alveg. Já, þarna sko. En já, hann hefur aldrei einu sinni komið nálægt því að sofa hjá okkurum, þessi dude. Býtum við. Hann hefur bara lesið konur í dagblöðum. Þetta er þessi að vilja. Ég vilja heyra þetta. Herru, ég þarf vel að fara að kveðja. Bergur þarf að kveðja. En mér langaði eiginlega pínu að skoða. Ég verð samt að segja seinast aflistan. Ég skal lesa upp það seinast Ok. Brynvarinn limúsína frá Jósef Stalin. Vaffas afrit af Space Jam. Bootleg Afrit er þetta svona, af er þetta bara svona á, þú veist, JVC mertri sem er búið að skrifa á Ég veist, já, þetta er það. Þetta svona er Space Jam vittlust stafað. D.J.A.M.M. Stendur Sopranos og búið að stróka yfir það. Já. Og stendur Já. síðan Space Jam. Já. Svo er laserdisc copy af myndinni. Laserdisc, er það ekki vínil Laser? Jú, laserdisc, það er svona vínilplata vínil Vínilbíómynd. Já. af bíómyndinni Nuki frá 1987 Núki. sem Heimildin Ég þarf að- Biskit. Nei, ég þarf að sjá þessa mynd. Þetta er sem sagt suður afrískt rip-off af E.T. sem geimveran Nuki kraslandar á jörðinni til að hjálpa tveimur börnum og tvö börn hjálpa honum að reunæta við bróðið sinn Miko, og þetta er bara E.T. Er bara þessi mynd rip-off kannski- nei, frá. Er þessi mynd ekki eldri en Nei, hún kom út 87, E.T. kom út 82. Já. Það er langur tími til að láta líða ef maður ætlar að rippa mynd. Já. Myndi maður ekki vilja gera það svona sumarið eftir? Jú, bara svona þeir sem höfðu ekki efna á að sjá E.T. getur séð þína mynd Nei. aðeins ódýrara. En þú veist já, og það líka það verðist ekki heita neitt í þessu mynd. Þú veist Bevan Windel leikur sérst Nuki, en David Fox leikur líka Nuki.
og svo er annar karakter sem heitir Tico og eitt sem heitir Toki Charlie the Chimpanzee er í þessari mynd sem er greinlega eitthvað svona suður afrískt eitthvað. Er þetta þessari mynd? Herru, það er önnur bíómynd sem heitir Mac and Me Mac and Me! sem er líka rip-off af E.T. Þetta er myndin sem hann hérna Paul Rudd kemur alltaf með. Já Þannig að no! Já. Þú veist- Býtu. Já. Mac and Me. Já. Eric is new in the neighborhood. Mac is new on the planet. En já, það er laserdisk afrit af Nuki Það er fucking sem er ógeðslega fucking grillað. Svo er Volta með Björk. Djöfull er hann mikill hipster. Hver gaf honum Volta? Ég er nefnilega að það stendur ekki hver gaf hún það. En Mér langar að Björk hafi gefið honum Volta. Það er alveg En sko, og Bootsy Collins best of plata frá 94. Hann Ricardo Lopez, munið eftir honum? Nei. Það var sem sagt hérna svona kall frá Uruguay, fæddur 75, sem var svona meindýraeyðir frá Uruguay sem sagt, var obsessed af Björk, algjörlega obsessed af henni. Já. og hérna tók upp alveg svona 9 mánaða skeið þar sem hann tók upp sjálfan sig á hverju minnsta degi, svona diary af srænunu hennar heima á sér og reyndi svo að drepa hana 96 með að senda sprengju heim til hennar og síðan skaut hann svona allir í hausinn sko, ég held að hann veist nei, hann streymdi ekki live á netið, það lagar á netið, vídeóið sjálft þegar hann draf sig. En þessi, ég hef alltaf séð mikið af þessum myndböndum dæri hennar sko, og það er bara svona, þú sérð mann hægt og rólega verða bara svona einhver blob, hann enda bara alveg allur rakaður, engar augnabyrðin, engar, ekki neitt augnabyrðin og ekkert hára á hausnum, allur rauður, hann er eitthvað í blóðið eða eitthvað shit eða eitthvað og bara svona já. Það sem ég hef alltaf sagt, tónlisturinn Björk er hættuleg. Ekki hlusta á Björk. Djöfla tónlist. Já. Þetta Öll lögin að borða kúk og eitthvað. Þetta er svo fucking ruglað. Nei, Björk er frábær, ég er að tjóka. Já, þetta er bara svona, þetta er mikið rugl. Þú veist, þessi gaur, ef þú googlar nafnið hans þá ættir að fá mynda á honum sem endar þarna, hann er svona venjulegur gaur með bara mjög eðlilegt andlit og hár, endar sem einhver svona rauðmálaður kall að eitthvað. Já, en Þú veist, ég vil hefur Björk þurft það eitthvað. þetta er samt sko í rauninni kemur örugglega Björk ekki neitt við. Þetta er bara, Nei. hún var svo óheppin að vera tónlistamæður sem varð fyrir. Já, en ég er að segja það mér finnst það svolítið leiðilegt að vera svona, þurfa að lenda í þessu og þurfa að vera á safninu hans Kim Jong eða Kim Song eða eitthvað. Ég held að hún sé ekkert hrifin af því sko. Nei, ég er að segja það þetta er svolítið svona all hlutir sem hún svona Sem bara svona koma fyrir mann. en leiðilegt eitthvað svona. En þetta er eitt af þessum hlutir sem svona er ekkert ever talað held ég. Hvað sem segja? Ég bara með langaði að tjekka á hann að dróna vídeónu Já, áður en ég fyrir niður. Ég er nefnilega að fara. já. Hvað er klukkan eða?
Hún er úkslega mikið. Það sé Ég er að keyra fyrir borga fyrir þetta Já, Já, og keyra sem til Húsavíkur á morgun. já, við en ég sko held að þetta hafi verið mjög gott podcast. Já, Já. þetta verður þau verða það líka af því við virðumst alltaf geta fundið nýtt umræðefni. Já, Það bara virðist alltaf gerast einhvern veginn. ég held samt að það sé verði pínu öðru í þessi stemming að ef þú verður í Nóri. Já, samt held ég að maður komast á leiðið sko. Já, ég held að verður Ég kannski er sérst að flytja til Noregs aftur eftir 6 daga. Já. Við munum halda áfram í gegnum internetið. Já, þannig að bæði allir 18 klukkutímanir sem hann tók upp áður en hann sendið sprengjuna eru til á YouTube. Shit. Af honum að gera sprengjuna og allt og tala um hana í 18 klukkutíma. Það er allt á YouTube. Shit. Já. Ekki horfa á það. Djöfull er Jón Gunnar búinn að horfa á það. Já. Eða þú veist, ef einhver væri búinn að því þá svona ímyndar hann að hafa gert það. Já. Reyndar. Ekki tök svona að því hann vildi það, bara svona að því hann þurfti þess að hafa gert það Já. til að geta sagt það. En það, já, ég held að það verið gott. Ég held að Alexander verði mjög sáttur svona til að svona loka þessu fallega Já. fara á byrjun. Segway þessu. Og voruð búin að heyra gæjan sem uppgötaði Byrju hann hérna. Já, hvað gerir það? Saði mér þetta einhvern tímann? Já, Ég man þetta ekki. Við hann að googla þessu. já, Hann hérna hvað gerir hann? datt niður á húsi á Pogo-stick. Já, byrju. Já, nei, hann datt með fætuna af bókustökun og fekk það í gegnum sig allan. Klaufsi í tvennt Klausi í tvent. með Pogo-stick. Og það var inspirationið að Cannibal Holocaust. Já. Þar sem hún var með spjótið í gegnum sig. Takk fyrir þetta. Taco bless. Taco bless. Getum við alltaf sagt taco bless. Taco bless. Taco bless. Taco bless. Oh damn. 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 Oh damn.